Komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin í Chess After Dark númer Birkir. Ertu með tölulega reiðum höndum? 2, 3, 4 langar maður að segja. Mikið, ertu segur? Þú ert alltaf með hana. Er það rétt? Ég ekki hugmynd, aldrei spyrja mig. Ég veit það aldrei. Sko, það eina sem ég veit það verður gaman í dag. Þetta Chess Pre-Dark í þetta skipti. Já, það verður aldrei verið jafn gott við þegar maður taka upp. En já, sólin auðvitað bara farin að hanga endalaust á lofti og gesturinn eftir því. Það sólskinnið Sigrún Ósk Kristjánsdóttir, fjölmiðlakona frá Akranesi sem hefur starfað hjá sín í 16 ár þráttur ungan aldur og að kalla þetta gott. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Ég held ég hef aldrei verið kölluð sólskinn áður en ég hrifin. Ég er bara mjög hrifin. Þótt að mér finnst smá óþægilegt að hafa látið ykkur brjóta þessa reglu. Já, þú gerði það sko. Já. En það segir bara meira þig heldur en eitthvað annað. Já, þú ert merkileg sko. Vá. Við erum bara að brjóta og vinnureglu nummer 1 sko. Já, Chess After Dark. Kannski rétt áður en við förum í þáttina fullum krafti. Það var það Defend Iceland. Jú. Villuvegagátt þekkist vel erlendis og öll stærstu fyrirtæki nýta sér þessa forvirku netöryggislausn og Defend Iceland eru fyrsta villuvegagátt landsins eftir því sem ég kemst næst. Þetta hljómar eins og segja ljúga, en mér dreymdi í alvörinu að það verið hakkað sig inn í alla samfélagsmiðlana í nótt. Já. Og þá var ég að hugsa bara, ég þarf að fá kannski Defend Iceland til að verja það. Já, og þú ert nú ekkert með það merkilega góð. Enga beinagrindar þannig, sko. Nei, ekki fara að grafa upp neitt allavega. Fyrir þessi stóru fyrirtæki þá er þetta eina vitið og svo er það Autocenter. Já. 5 stjörnu votta Tesla-verkstæði, tjónaskoðun, þér að kostnaðarlausu og svo eins og talaðum í þessum þætti að skila bílum spikk og span. Já, betri en nýr. Þrývan bara. Allt græjað og skila honum, betri en nýjum segja einhverjir, allar rispur þær hverfa. En þá að fréttum vikunar, Já. Við kannski bara byrjum á því skemmtilega fréttir nýlega, Íslandsbankasalan. Keyptið þú Íslandsbanka? Já, ég gerði það nú. Já, vel gert. Eins og mjög margir aðrir. Já. Eins og bara allir sem bara 30.000 manns, bara hrikalega skemmtilegt að sjá. Já, gott partí. Ég tók svona úrtak í gær úr NBA-hófnum mínum. Ég held, við erum 28, ég held ángríns að svona allavega 20 keyptu sko. Og ég held að hluta allir sé allavega með við þáttökuna, þá var mikill áhugi almennings á sem bara frábært. Já, en þið? Ég klikkaði. Já. Ég gerði það ekki sko. Hvorugur? Já, ég gerði ekki. Það hræði mig aðeins. Nei, það er bara... Sko, við það hvernig sjóðstæðum við okkur, við setjum stundum í hlutabréf ef við fáum einhverja tekjur aflögu, sem nú ekkert alltaf. Nei, þetta er erfitt. En það nánast undandekningarlaust að það sem við fjárfestum í fer niður, sko, þannig að þú ert að gera eitthvað rétt. Þannig ég var að gera að greiða, sko. Já, ekki af ágjur. Nei, þvert á móti, sko. En við tölum vel eitthvað fyrirtæki og seljið þið núna, sko. Já, en við þetta fögnum þessu, sko, þeir stækkuðu þetta að selja allan bankan. Sérum byrjum á öllu spurningunni á bankin að vera ríkiseigu. Nei, er þetta ekki bara þróunni rétt átt? Já. Ég held það. Líka bara frábært að ég var á Kjarval í gær og smá riði í kallinum og þar voru Íslandsbanka starfsfólk að syngja og tralla að það væri ekki lengur ríkisstarfsmenn og ég er ekki að grínast sko. Þau voru svo ánægð að vera losnið við faðm ríkisins, ég trúi því það er hundleðilegt sko. Já, hérna var eitthvað ákveðið lag sem þú voru að taka svona af því tilefni. Það var bara ole Já, einmitt. Það var mjög gaman að sjá hvað þau voru ánægð með þetta. Já. Ég meina, við getum alveg tekið að nú þú starfað bæði hjá ríkisfjölmiðli og síðan einkareknum fjölmiðli. Fannst einhvern mun? Já, mjög mikill munur á og þetta mjög ósambarlegar þú veist, stofnun og fyrirtæki og það er bara fátt sem að þessi staðir eiga sameiginlegt sko fyrir utan hvað þeir gera í grunninn. Öll stemming og allt einhvern veginn svolítið svona þyngra á rúf og fastara í forminu og stofnanlega kannski. Já, miklu. Og fólk svona stoppar lengur og þú endist ekkert lengi einn á því sem að núna heitir sín sko ef að þú hleypur ekki hratt. Nei, einmitt, já. Og þá er ég ekki að segja fólk að hlaupa hægt en þið skilji hvað ég er að vinna. Algjörlega. Fleira í deglunni sko það var, sko ég ætla reyndar að koma aðeins til varnar þarna en það er borgarstjórnin í Reykjavík að vera að tala þarna fjárframlögin og þá auka framlög til sérlögar 60 milljónir en skerða framlög til íþróttafélaga. Framlög til þjóðarallar minnkar 30%, KR 20% og svo fram eftir göttunum. Það má reyndar halda því til haga að
Þetta víst tilfærslu milli ára, segir. Það á ekki að skerða neitt þarna. Nei, Pálmi Rafn búinn að, hann er sáttur. Komin út úr sjokkinu, hann er búinn að jafna sig á þessu og ætlar að bjóða selinum á leik, hvernig sem hann fer að því. En já, sem er gott. Það stakk nú marga. Já, einmitt, ég held að ekki að vera að taka upp hanskan fyrir kryddbjónum hérna, sko. Mér finnst þetta áhugavert, sko. Er það stílbrot? Já, við erum bara aðalega ríða fólk niður í þessu þætti, sko. Byggjaðu upp, það þekkist ekki, sko. Nei, það var löngu komið tíma að dæla peningi í þessu selalög. Já, þetta í raun og veru seinasta arleiðin. Það gleymist að við vorum með ísbirni hérna, sko. Við vorum með bara alvöru dýraka. Það? Í Hafnarfirðinum. Já, við vorum með háhyrninga og vesen, sko. Já, ég held að sé ekki margir mjög stoltir af þeirri arfleið, sko. Ég held að við þurfum ekkert endilega að vera það og auðvitað, mér finnst til dæmis bara mig að setja spurningamerki við og ég sá sem alveg að fólk var að ræða það, sko. Já. Hvort maður að hafa eitthvað aumingja seli svamlandi í þessari laug endalaust. Gárugöndin töluðum, sko, minkum styrkjana til íþróttana, hækkum styrkjana til dýranýðs. Já, en þá víst að fara betur þá í hinni lauginni, þannig að jú, kannski stiðum að það, en ég hefði nú helst vilja bara láta á synda þangt til rökku upp á svona af náttúrulegum orsökum og segja þetta gott. Já, það segði þetta bara út, sko. Það er mín skoðun. Já. Ég ætla rétt að vona að fara vel um það. En þú varst kannski bara fegin því að sjá að það er skerðing á til KR sem ég held að fæst orð beri minnst ábyrgð þar. Já, hún styður það alveg. Já, ef ég ætti að velja félag sem að nei við viljum peningi í íþróttirnar, sko. Já. Já, ég er alveg sammála því. Öll í sama liðinu. Stundum heldum okkur áfram í Reykjavíkurborg. 35% íbúðaruppbygging á að verða óagnaða drifin. Við ræddum þetta aðeins með Ásdísi, hvernig maður til að taka þátt, sko. Hún er gegn. Virkilega flott, já, sammála því. Útrúlega flott. Frábær. Já, sko, Birgir, að þú skrifaði nú þennan parthandrið sem setna. Já, sko, þriðja fréttin er 35%, kaldi að renna alveg á borðið, flæðandi klaka, kalda 35% íbúðaruppbyggingar verði óagnaða drifin. Við ræddum þetta Ásdísi, en sko, nú hefur maður mikið verið eiturlyfjunum í gegnum tíðina, sko, en það er ekki að fara að taka eiturlyfjuna af þessum kryddbíu. Þetta er alveg svona, þær eru allavega að gera áhugaverða hluti. Hengi sér hún. Hún getur talað samt núna frjálslega því að hún er ekki fjölmiðlamaður. Já, nú get ég leyft mér að segja allt. Já, eins og við ræddum áður við fórum á stað. Þá er ég búin að gæta hlutleysis míns í aldarfjórðung. Þetta er ekki bara þessi 16 ára stöð 2 áður var í blaðamennsku og RÚV og allstaðar, sko. En já, þannig ég held ég verð mögulega svona svolítið sein í gang ef Þetta þarf örugglega, maður þarf örugglega þjálfið upp að fara bara að segja allt sem manni finnst. Já. Ekki sé einu svona leiðinni þangað, en já, þetta er svona, það væri nýtt fyrir mér að sitja og tala menn og málefni eins og ekkert sé. Já, algjörlega. Það eru þetta náttúrulega líka viðkvæm umræða, bara maður er búin að sjá bara mikið umræðin síðustu dag, bara þessar félagsíbúður í tengslum. Já, einmitt hann fyrir fréttunum að það. Já, þetta var skelfilegt mál. Pappina að blanda sér í þetta og einhvern veginn bara hrikalega leiðilegt, það er bara erfitt að leysa þetta, sko. Og ég meina, það er ekki verið að byggja þetta óþörfu. Nei. Það þarf að finna þessu fólki í sama stað og leysa þetta einhvern veginn. En við leysum þetta líklega ekki hér. Nei, ekki í dag. Nei. Þáttur við að segja Heldur þessi engi vondi þess að við komumst að niðurstu þessu máli. Já, gefum okkur kortir þetta. Nei, það er ekki tilvæg sem að fá Sigrúnu á þessu tímamóti. Hún er náttúrulega var að henda í neglu þætti. Rétt. Fyrstu 2 þættir búnir af stóru stundinni, ánum koma stóru stundinni, já, ég var að hella mér í kalda og hann er mættur Leifur, sumarkaldi. Hann er mættur, 4,5% svalur og tilbúin í Íslands sumar. Sama hvað þetta verður. Þetta verða náma gull þarna úr yðrum jarðar á Árskógssandinum. Jú, heldur betur. Það er bara þannig. Fáanlega núna í Vínbúðum og í öllum helstu netverslunum. Sko, byrjum á því, Sigrún, ég er búin með fyrstu 2 þættina, óskaði til hamingju með þessa þætti, frábæri þættir. Takk. Byrjum á því bara, ánum fyrir að tala þættina per se, hvernig kom þetta til? Þú er náttúrulega búið til fullt að góðum þáttum, stóra stundin. Já, þetta var nú eiginlega þannig að við Lúðvík Páll, sem er með mér í þessu og er framleiðandi, en hann er reyndar líka rottvælerhundur. Einmitt. Já, hann, við erum teimi í þessu og það vildi nú bara þannig til að við pitsuðum nákvæmlega sömu hugmynd. Ok. Já,
til sjónvarpsstjórans. Alveg ótengt? Já, alveg. Og þið vitið hvernig oft haldið fram að svona hugmyndi liggi í loftinu, svo bara spurningum hver pikkar þar út. Greinlega var þessi eitthvað staðar svona á sveimi. Og þannig að við vorum bara leitt saman og fórum að staði þetta og svo fyrir maður náttúrulega að pæli bara hverjar eru þessar stærstu stundir. Nú vitum við að þetta er mín núna. Einmitt, já. Ég ætla að koma, ég ætla að segja það, það ótrúlega sé ekki eitthvað tökulið með henni hérna, sko. Já. Aðeins búin að grínast með það. Þetta er aðdragandinn. Síðust undanfarnir dagar hafa leitt mig átt að þessu stóra augnabliki hér núna. En að svona setja niður skilur á blað bara hvað og ég get reyndar alveg sagt frá því hér að þetta átti að vera lengri þáttaröð. Já. Og en svo bara einhvern veginn einmitt ákvað ég að hætta og þannig að hún er stutt, hún er bara 4 þættir en við erum rosa glöð með hverju við náðum inn því okkur langaði til dæmis að hafa bæði fæðingu og brúðkaup. Af því að það er nú svona, það er þess að 2 stærstu. Og það ekki? Jú, klálega, sko. Ef við byrjum á fyrsta þættinu, ég ætla nú hvetja alla til að næla sér í áskrift á Stöð 2 eða Stöð 2 Plus í Guðunabænum, að lágmarki Stöð 2 Plus. Geðveikir þættir. Og líka bara fullt af flottu frambóð íslensku efni. Já, bara styrkja. Talað rúffílinn í herbygginu og allt það, bara steyðja við sín, bara í Guðunabænum. Í fyrsta þættinum þá fylgjumst við með þarna ungu pari. Maður svona, ég reynir nú að vera harður almennt, en maður var nú eiginlega bara með tárun í augunum eiginlega allan þennan þátt. Var þetta ekki erfitt bara fyrir þig að halda feysi? Jú. Ég get nú bara alveg viðurkennt það. Já. Og í tökunum að þá átti maður stundum aðeins erfitt með sig og fór heim og faðmaði börnin sín og svona. Því að þetta unga par er búið að gangi gegnum hlut sem að ég held að svona sé það sem hvað flestir eru hræddasti við að missa barn. Og áttu von á öðru. Já. Og þannig að það var auðvitað gaman líka að vita að það var svona einhver gleði handan við hotnið hjá þeim, en ég held ég hafi aldrei verið af stressu fyrir því hvernig eitthvað færi sem ég var að fylgjast með. Og sko ég trú ekki svona Guðin í baðdilan sem að þetta færi allt vel sem það sem betur fyrir gerði. Já, líka bara og það sem ég var kannski merkilegt hvað þau voru sterk og flott, bara mikið hrós til þeirra og það er náttúrulega, þetta er sýnt í rosalegum dítelum, sko, voru þau alveg bara til í þetta? Já, og þau eru svo frábær. Já. Ég var alltaf, ég get alveg sagt það núna, ég var alltaf að bíða eftir að verða með vesen og þetta væri svona bara þetta er mikið, við þurfum að gera þetta öðruvísi eða eitthvað, en þau bara lögðu bara allt sitt traust á okkur og það var ekki ein athugasemd eða neitt bara í öllu ferlinu. Nei. Dásamleg. Geðvegt. Já, drauma við maður lendur og eins og segir bara, þú veist, þú náttúrulega lendir ekkert oft á fólki sem að tjáir sig svona svona erfi mál og líka bara svo gaman þegar ungt fólk gerir það. Já. Og bara hefði ekki getað fengið betra fólk. Er ekkert erfitt að að þú tala að þið voru með ákveð brúðkaup, fæðing og annað, hvernig finnið þetta fólk? Þetta tvennt nefnilega, galdrar Facebook. Já, það? Já, og ég hendi bara út, þú veist, okkur langar að fylgjast með brúðkaupi og fæðingu og svo hélt ég alvöru, ég hugsaði bara, þú veist, eru einhverja líkur á að fólk sé að hleypa manni inn með myndavél þegar maður er að fæða börn. Ég er búin að fæða 3. Já. Ég er endur ekkert sérstaklega góð í því þannig að ég hugsa ég hefði ekki tekið hennan séns en ég fekk 20 umsókna. Já. Gaman. Ég bara ótrúlegt og allt í einu sat ég bara með bunka og var að velja úr fólk á dauða mínum átti ég von og eftir á sá ég bara eftir ég hafi ekki bara gert eitthvað fæðingarþátt því ég held að það yrði bara ekki hægt á Íslandi. Nei. Að því að ég held ég sé ekki fara rangt með, Ragnhildur Steinunn gerði tvíburaþátt, það sem við fylgdust með tvíburafæðingu sem er ekki langt síðan. Já. Og allavega á þeim tíma sem ég hefur í sjónvarpi, ég held að það hefur í fyrsta skipti sem að við sáum það og þetta þá mögulega í annað skipti sem að fylgjast með barni koma í heiminn á skjánum hérna heima. Þannig að já, ég átti vona að fólk yrði tregara í það. Og hvernig leit, áðurum fyrir mig þátt nummer 2 sem er svo allt öðruvísi, hvernig leita maður á stóru stundum, varstu þá líka með eitthvað umsóknarferli eða hvað er, að þá til dæmis bara eins og þessi Sindri? Já, nei, þá vorum við með í huga að því að bara eldamennska svo myndræn og við vitum af ólympíuleikunum í matreiðslu en við fórum að googla bara þeir eru ekki í gangi og svo bara duttum við niður á þetta í ykkur googli að því við vorum bara að leita að matreiðslukeppni og það vill bara þannig til að ykkur ungu kokkur sem er búin að vinna allt sem ótrúlega hefni sem er búin að vinna allt sem hægt er hérna heima og
skrifa þetta sko, það var nefnilega ótrúlega margt sem lenda á klippigólfinu í þessum þætti sem ég sko döðsi eftir. En það? Já, nú fæ ég útrás fyrir það hér, nei. En var það því að hann var of langur þá eða? Nei, við ætlum að hafa þetta 2 þætti. Já. Svo að menn náttúrulega bara alltaf að hugsa eins og ég hef verið í svona 2 þáttakonsepti til dæmis með leitin upprunum okkar, fólk nennir ekki að bíða eftir neinu í alvöru og fólk gæti orðið grautfúlt sko þótt að vera að bíða eftir í einmitt hvort að eitthvað fyndi foreldra sína eða eitthvað, þannig að við hugsaum bara það gæti alveg orðið erfitt að skilja fólk þannig spennt eftir að það nefndi að bíða eftir í einmitt hvernig kokkakeppni fór, þannig að niðurstaðan var að gera bara einn þátt sem væri þá bara rock solid, en fyrir vikið þá þurftum við að henda mjög miklu. En allavega, þarna bara ungu maður, hann Sindri Sigursson, sem að sko nýbúin eignast tvíbura. Þegar þetta í gangi. Og þetta sko mesta brjálaði, þetta æfingaferli sem ég bara veit Þeir eru lokaðir inn í eldhúsi mánuðum saman að gera tilraunir á sama dótinu aftur og aftur og aftur til að fullkomna það. Og fengi ykkur að 5 tíma eitthvað og ég bara vákaði mikið, svo bara nei, það er bara nákvæmlega sem þarf. Það er bara 1 mínúta og þá bara allt farið ekki. Akkurat. Og þá ertu samt sko búin að vigta öll hráefni og ég náði ekki að fara í alveg dítil á verkefninu en það var sko frá kokkurum út í Líón, ég hugsaði bara þetta fólk með kvalalosta sko, þetta var bara sko 2 litra ravióli sem þarf að límast svona saman og þetta hitt og eitthvað svona og þannig að það var alveg mikið frelsi innan rammans hjá þessum þjóðum hvernig alltaf að útfæra matseðilinn. En það voru ákveðin hráefni, þetta þú þurft að skila þessu svona og hins einn og bara rosa reglur og svo eru mínustig og þetta er bara fullkomið brjálaði. Já, líka bara þeir eru ekkert að hendi í eitthvað burger sko, þetta er bara flóknasti réttur sem ég séð á ævinni sko. Einmitt. Og svo sko verið að þrívítarprenta form fyrir bara þeir að smyrja ykkur sellir í mauki ofan í þrívítarform til að eitthvað neina, þú veist, þetta er náttúrulega eins og litli skúltúrar, allir þessi matur. Þannig að það er sko lúk og bragð og svo má það ekkert klikka og bara 10 skeiðklukkur í gangi og crazy. Þetta er náttúrulega sturlu starfstétt sko. Þetta er mögulega mest streituvaldandi starfstétt bara af þeim öllum sko. Pottrétt. Þetta er einhvers konar adrenalín fíkn, held ég. Og ég hugsa ég geti þetta aldrei. Nei. Og mér skilst einmitt á þeim sem að vinna á veitingastöðum þar sem er bara mikið í gangi að þetta Hell's Kitchen og þetta sem við erum að horfa á er bara ég ætla ekki að segja eins og raunveruleikinn en þú veist, fólk hefur hátt og bara mikið í gangi. Það sem komið kannski óvart að því að þessi hátíð heitir Bocuse d'Or sko, hvernig sko, ef við byrjum á því sko, hvernig var bara að vera í salnum sko, þegar að keppnin byrjaði, það verður alveg ég ætla ekki að spoila fyrir það sem eftir að horfa verður það smá drama þarna. Var þetta bara svo að horfa á fótboltaleika? Þetta var nefnilega eins og við vorum að líka sér við handboltaleika því það er einhvern veginn meira aksjón það. Já, svona meira læti og tónlist og lúðrar og allt þetta og fánar og fólk í búningum og þetta var einmitt svona bara handboltinn meets pílan einhvern veginn og matur og svona bara alveg maður var bara hvar er ég og þetta er á sýningu það sem að koma sko 400.000 manns þetta er risastórt. Og að því ég veit að þið hafa áhuga á tölum og peningum og öllu hinu sko, að þá eru við í þeirra aðstöðu Íslendingar, sko þeir eru að borga með sér óhemju fjármuni til þess að fara að nút og keppa fyrir utan að vera í sjálfboðavinnu mánuðum saman og við erum að keppa við þjóðir sem eru að ausa milljónatugum í þessi verkefni. Danska lið er á launum allan tíman við að æfa og þeir þurfa ekki að taka upp veski til þess að mæta þarna út og keppa. Skiljið, þannig þetta er svo ójafn leikur. Þannig að það að við sem alltaf í topp 10 er galið. Og þá er svo gaman að pæla ég bara hvað skiptir máli í þessu skilur, hversu miklu máli skiptir þetta sé passion og sett mig hjartað í þessu. Veist, það fer með þig x-langt. En ég myndi vilja sjá eitthvað stiðið þessa stráka í þessu að því að hann var þarna úti líka, hann Þráinn Freyr Vigfússon og hann sem sagt Michelin kokkur sem á Óks og Sumac og hann var með að segja svo vannmetið svona matarferðaþjónusta. Að því það er fólk að koma til Íslands bara til að koma á Óks til dæmis, þannig ég held að það væri bara vinn-vinn að hvort sem að það er þú veist, ríkið sem að tekur upp veskið eða ykkur bara alvöru sponsor, ég veit þeir eru fullt af styrktaraðilum og fullt af fólki sem að styður við þá, en það má gera betur þar og ég held að það var eitthvað sem að við myndum fá tilbaka sko. Já, það sem komið kannski óvart alveg tölur sko, er að sko, fyrstu verðlaun eru samkvæmt mínu Google bara 20.000 eurur eða 3 milljónir var að halda að þetta væri miklu meira sko.
ég reyndar segi það með þér sko, en þá það einmitt, eins og komið einmitt fram í þættinu. Ef þér gengur vel í þessu, að þá það bara eitthvað sem að þú getur skreitið með út ferilinn. Þetta alveg næla sko. Já, akkurat, og þá kemur fólk bara gaggjart inn á staðinn til þín, til þess að borða. Og svo líka svo gaman að komast inn í hennar kúltúr allan, þú veist, og bara hvernig Michelin-stjörnurnar telja og það hafa gengið vel í þessu. Og ég þetta business. Já, þetta business, sko. Þau eru allir að borða. Já, það eru allir að borða, sko. Ertu með eitthvað svona dæmi sem við fengum ekki að sjá sem að var eftir á klippiborinu? Já, ég til dæmis sá eftir því að þetta markmið sem hann skrifaði í fyrstu matreiðslubókina sína, bara gott ungur, sko. Bara ég ætla að keppi þessu. Og þetta strákur sem var í ég segi strákur að þinn svo miklu yngri en ég. Sem var að keppi fótbolta í den. Mikill keppnismaður og fær bara útrásfyrir þarna sko og bara brjálæðislega all in í öllu sem hann gerir og náttúrulega ótrúlega flinkur og konan hans líka, ég hugsaði bara að því að nú á besta vinkona mín tvíbura, ég veit alveg hvað það að vera með litla tvíbura, líka bara eiga maka sem að stiðum hann sko þannig í þessu að hann svaf í sér herbergi í marga mánuði í aðdragandanum bara til þess að geta einbeitt sér að æfingum og eitthvað svona. Þannig að María konan hans bara kúta sko. Já, fáránlega vel gert. Maður hefði líklega ekki fengið grænt á það heima. Kannski komið að því, hvað á fólk að búast við í 3. og 4. þætti? Þá erum við með brúðkaup. Já, en það á sunnudaginn núna? Það núna sunnudaginn, já. Sem að byrjaði óvart saman í Kringlunni, 16 ára. Og saga segir frá því. Og giftu sig í mars sem nú bara þarf ákveðið hugur ekki til ef þú ert eitthvað að spá í veður og svona og maður var einmitt smá með hjartað í buksunum í aðdragandanum, maður var sko gular og appelsínu gular viðvaranir á víxl og svo leiðis og svo erum við með hún heitir Móiður Sif, hún var sem sagt elsta konan til þess að keppa í Ungfrú Ísland í sögunni á dögunum, bara rétt tæplega 40 sem að þú veist, ég bara svo ótrúlega gaman af fólki sem að bara, hún manúlega ringdi hana á böðinni og hún bara, viss alveg að fólk myndi hafa alls konar skoðanir og hún bara, mér langar að gera þetta, ég gaman að þessu skellti sér á það. Vel gert. Vel gert. Ég líka, ekki nýbúið að breyta reglunum að mega vera mömmur þarna og eitthvað? Jú. Já, ég held það. Það mega vera núna bara, veist, ég held að það sé bara fátt eftir sem að má ekki. Já. Ertu sammálaði að það var klúður hjá sjónvarpsstöðunum að hætta að gera þessu svona hátt undir höfði þessum fegurðarkeppnum? Þeim nú gert alveg ágætlega. Sko, við erum svo ungir, sko, en það var talað í gamla dag að þetta veri bara á prime tíma og rúfið 2 eitthvað. Einmitt, þetta á Vísi núna í beinni, sko. Sko, fólk hefur náttúrulega alls konar skoðanir á þessum keppnum. Það sem ég get sagt að ég held að margt í kringum þær hafi lagast. Þú veist, það ekki ef ég skildi keppendur rétt, það ekki þessi sama pressa á að vera í ákveðinni þyngd og svo framvegis, en svo má fólk náttúrulega hafa skoðun á því að vera að keppa í útliti, sko. En það náttúrulega vera að keppa í alls konar sem að ekkert, þú veist, sem bara svona huglegt mat og ég meina við keppum í tónlist og leiklist og öllu mögulega öðru. Og ég meina þessar stelpur þurfa að æfa sér töluvert í alls konar að koma fram og þú veist, þetta ekkert bara Nei, og sjálfboðastarfið og þetta Já, einmitt, en auðvitað maður skilur alveg að þú veist Ég skil gagnrýnina, alveg, já En við erum ekki hér til að gagnrýna og þetta bara frábært hjá þessari konu að taka þátt og það verður spennandi að sjá þann þátt Mói, maður fylgir spennt með henni og brúkum sumleis. Mér langar að taka eina að því vorum að ræða fólki á þann og bara einmitt, þú bara beist eftir að myndi eitthvað koma upp á þarna með þegar þið fylgdu krakkanum eða fæðingunni krakkar en sko einmitt, þú ert svolítið að leggja tíma, peninga og ekki í körfu sem að getur ýmislegt komið upp á, fólk getur bakkað út og annað þetta stór partur af verkefninu að bara velja rétta fólki og síðan og þú hlýtur að hafa lent þú hefur gert fjöldamarga þætti, lent í alls konar þegar kemur að því Já, ég ætla ekki að segja þér hvað ég vunni að vinna að fara í vaskinn Já, ég meina guð minn góður eins og bara ef að fólk hefði hugmyndum hvað ég hef leitað að mörgu fólki út í heimi
sem að, þú veist, og eitt mörgum klukkutímum í það sem að fóru aldrei á skjáin að þá er það örugglega mjög hissa, þannig að það er svo sem ekki nýtt fyrir mér að þurfa að stóla og alls konar gangi upp, en sem er einmitt svona stress sem ég mun ekkert endilega sakna, ég ætla bara að viðurkenna það, þú veist, oft bara hundstressandi og þetta, þú veist, þetta er dýrt, þú veist, framleiðsla á sjónvarpsefni er bara mjög dýr og þannig að maður er með þá pressu á sér að eitthvað þurfi að ganga upp og verða góð efni. Komum undan grafsinu, sko. Já. En, já, við ætlum að halda Sigrúnu lengur, við erum með helling til að tala með hana. Ég var að grúska ég var að undirbúa mig fyrir þáttinn og hún er okkar Bogi Ágústsson, myndi ég að segja. Ég segi að það sé stærri fréttir og hún segi þetta en Bogi, sko. Það var smá óþægilegt fyrir mig að vera að hætta og ég fór að hugsa, ég bara, mig ást ég búin að vera svo lengi og var einhvern veginn ótrúlega bara, þetta eru 16 ár og eitthvað svona. Svo hætti Bogi með sín 48 og fyrir þá sem kunna reikna það var nákvæmlega 3 sinni lengri tími. Já. Ég bara, maður var bara nýbyrjaður. Já, einmitt. Það ruglega þetta. Allir að fá sér áskipta Stöð 2 eða Stöð Plus og þátturinn á sunnudagina, hann verður veisla. Sjá brúðkaup í beinni maður, það er geðvikt. Hún sagði já eða ekki í brúðkaupinu. Jú, og ekki bara ljóstra því. Það hefði verið gott stöð, sko. Rosa spoiler, já. Bæði, sögðu bæði já. Herru, við höldum aðeins áfram og við ætlum að fara okkur aðeins yfir á Suðurlandsbrautina til sínar án að koma því þá ætlum ég að hvetja alla til að fá sér Serrano með Eurovision. Já, einmitt Eurovision. Ein vefja og Væpstrákarnir. smá Eurovision, Væpstrákarnir flottir, vel gert þegar maður komast áfram. Fara bara í veislubakkan, já, Serrano. Já, einmitt. Sko, byrja óskaður hamngi með frábæran 16 ára feril hjá Sín, þú ert ennþá unga aldrei sem kom fram í kynningunni hjá Leif. Af hverju tekur þessa ákvörðun? Sko, eins og ég segi, ég fekk það á heilana að ég væri búin að vera svolítið lengi og þegar ég byrja á Stöð 2 þá var það ekki, ég sá ekki bara þetta alls ekki fyrir að ég væri að fara þarna til þess að vera lengi. Máli var að ég var sérst að ritstýra Héraðsfréttablaðinu heima Já. sem að heitir Skessuhorn og svo var hrun og svo var ákveð að breyta áherslur í Íslandi í dag. Já. Og mér var sérst boðið starf á Stöð 2 sem ég ákveð að þykja og byrjaði þarna strax eftir áramót 2009 þegar ég er bara allt í kalda kóli á Íslandi, allir þunglindir og allt leðilegt og við Sindri Sindrason vorum fengin til þess að vera með Íslandi í dag og þátt að breytum áherslur og létta þáttinn. Þannig í staðin fyrir að allir var að fjalla allt sem verið ömurlegt að þá áttum við að vera svona einbytta okkur að því sem að var þó í gangi sem að var jákvætt. Og ég bara leita þetta sem kannski meira eitthvað, skamtíma gig, sko. Já. Og svo bara allt í einu ætti tíminn áfram og þá voru liðin 16 ár og svo get ég alveg viðurkennt líka þegar maður er búin að vera með þáttaröð eins og leitin að upprunanum sem sko gekk ekki vel, ekki bara einu svona 2 heldur 5 sinnum og maður langar kannski ekki að vera að gera þá þætti heldur endalaust að þá er smá trikki að finna hvað maður á að gera næst sem ekki skref niður á við. Þannig að ég var svona búin að vera að hugsa mitt í smá tíma og kannski væri líka gaman að máta sig við eitthvað annað og prófa eitthvað nýtt og ég var nú einu svona, þegar ég vann á RÚV þá var ég að vinna með Villa Naglbít og hann er heimspekimenntaður og náttúrulega mikill spekingur og dettur alls konar gáfulegt upp úr honum og ég mani, hann sagði ekkert að við mig, reyndar allt öðru samhengi en hafði með breytingar að gera og hann bara Sigrún og að kyrrstaða er dauði. Já. Og þetta satt svo í mér og ég hugsaði bara, heyrðu, ámar ekki bara að taka þetta og hrista hans upp í þessu og prófa eitthvað annað, þótt ekki væri nema til þess að komast að því að fjölmiðlar séu eina vitið og þar að ég maður heima, skiljiði. Þannig að og svo eru þið bara ákveðna breytingar í vinnunni sem svona ýttum manni fram að þessari brún. Ok. Og bara þannig að sem var kannski bara það sem að þurfti til eins og ég segja, þetta er búið blund í mér í smá stund að prófa eitthvað nýtt. Máttu eitthvað fara út í þessar breytingar eða? Nei, bara sú sem að stýrði þessu skipi, hún Eva Georgsdóttir var ekki lengur og við höfum unnið mjög lengi saman í nánu samstarfi þannig að það er svona ég hugsa með mér þá bara tekið þetta líka. Þetta er my cue. Já. En ekki, kannski þetta bara slúta þessu áður en förum að halda fram hvað hún er búin að gera með allar þessar þáttaraður og annað, sko horfðu bara kallt yfir sviði 16 ár, menna er þetta ekki búin að geða ykkur tími? Þetta er búið að vera ótrúlega góður tími og ég náttúrulega lappaði þarna inn, sko, ballaus og mér líður svolítið eins og, mér líður þess að bara einhver allt önnur típa hafi byrjað þarna, í dag við 3
og þannig ég eiginlega búin að vera sko meiripartin af þessum tíma í fæðingarorlofi. Ég tók bara leitin upp fyrir hann og svo ég bara, Þetta ekki nema 10 ár sem að ég var í vinnunni. Nei, ég að djóka. Já, og ég get alveg líka, þú veist, margt náttúrulega fyndið sérstaklega svona eftir á hyggja því ég mæti sko fyrsta daginn að þá hélt ég bara, ég kem bara skaganum í mínu stuttar með ból og ekki ósvipað í dag og labbaði þetta inn og hélt kannski eitthvað myndi sína með skrifborðið og láta mig hafa tölvu og kynna mig fyrir samstarfsfólki og eitthvað svona. Já. Nei, og þetta alveg klassíst og talandum að þurfa að hlaupa hratt þegar maður vinna þarna, að það var bara eitthvað, heyrðu já, og svo bein í kvöld og það því Sindri, bara Sindri, Sigrún, Sindri og svo þurftum við að gera sko nokkur innslög yfir daginn. Fyrsta daginn minn. Ég vissi ekki hvað neitt hét, ég vissi ekki hvað myndavél ég átti að horfa og jú, ég var alveg búin að vinna RÚV en þetta var svona 3. beina útsendingin mín á ævinni sko því ég var ekki í beinni í þáttunum sem ég var að gera þar og en einhvern veginn bjargaðist þetta bara. Já. Og svo þurftum maður bara að læra að synda og gera það hratt en þetta var sko 35 minútna þáttur í beinni með innslögum og að mæta klukkan 9, þetta var bara galið og ég þetta bara í settinu í mínu stuttar að bóla því ég gæti ekki fara að pæla í ykkur til að veri eða, já. Þannig að, og svo bara, Manstu hvað gerðið þann daginn? Já, ég man að þetta var 2. janúar 2009 og okkur datt í hug að það væri gaman að heyra því að náttúrulega það sem fólk talar 2. janúar og bara dagan eftir áramótin skaupið. Já. Og við vorum bara, ekki bara fann í bæ og bara hvernig fannst þið skaupið og fáum bara Brynhildur Guðjóns og Sigurjón Kjartans þau leikstýrðu því ef ég man rétt og fengu þau í settið og svo hoppum við eitthvað í ræktina og bara eitthvað svona, já, bara allt liðið sem að mætir eftir áramótin og strengti áramótheit og tókum eitthvað svoleiðis og en reynda gaman að segja frá því að allar götur síðan hefur þetta verið fyrsta innslag eftir áramót í Íslandi í dag að því að var sko bilað áhorfa á þetta og það líka sko að því minnst fólk oft bera allt og mikla virðingu fyrir leiðendum og í alveg talað og ég man að það var rosa umdeilt að við værum bara í einhverju svona einhverju stemmingu það áttu að vera leiðilegt þetta er virðilegt fyrirbæri já og það var búið að vera þú veist áður en við tókum við það var Ísland dag búið að vera svolítið bara eins og Kastljós var á þeim tíman þú veist það var verið að kryfja allt sem gerðist allt sem fór úrskeiðis í aðdraganda hrunsins verið að grilla einhverja útrásarvíkinga og bara einhvern veginn að velta sér upp úr sem var full þörf á þetta var svona mótspil sína við Kastljósinu kannski er ég að lesta vitlaust eða? Nei, bara nákvæmlega þetta voru bara mjög svipuprógram að gera sama hlutin og svo voru fréttatímar á báðum stöðum voru með sko fullt af vefsíðum og dagblöðum og það voru bara allir í þessu þannig að pælingi var og á þeim tíma voru það Óskar Hrafn sem við þekkjum nú úr sem var þarna yfir og Freyr Gylfason og þeir ákvaða að taka þessa stefnu og ég ætla bara að hæla þeim fyrir það því að áhorfið fór bara upp úr öllu valdi á bara 0-1 einmitt að því bara, þú veist, það var bara engin þörf á að fleiri væri í þessu og eins og ég segi, ég ætla bara undirstrika auðvitað þurfti að gera þetta og gera upp þetta hrun og allt það en það þurfti ekki kannski allir að vera í því auðvitað er Óskar Hrafn maðurinn að baka Ísland í dag og Sigrún þetta er þetta líka bara þegar þetta er svo góð punktur Sigrún að komin á því að maður tengir Ísland í dag eða bara við eitthvað jákvætt núna sem er alveg létt, sólskin í þessu já, það hefur einmitt bara svolítið haldist síðan sko og auðvitað eru þyngri málin á milli og allt það en já, ég vil bara meina að þetta hafi gert töluvert fyrir geðheilsu landans á þessum tíma og eins og ég segi áherslutöluðnar töluðu sínu máli. Sko, mér langar aðeins að tala það er svo margt sem mér langar að spyrja hana sko, 2009, hvernig var eignarhaldi og hvað var fórstjórið þá þegar þú mætir inn, manstu það? Sko, veistu það, ég var einmitt að hugsa áðan Er það Jón Ásgeir eða? Já, ég minnir að hann hafi verið þegar að ég byrja Já, 365 en sko, og það hljóma náttúrulega ekki vel að muna það ekki nákvæmlega en mér til varnar, þá er ég á þessum 16 árum búin að rúla í gegnum einhverja 10-12 þannig að þetta svona rennur aðeins saman, en já, hann var þarna Er ég að muna vitlaust sko að þið byrjuðu með á þessum tíma, eða var það fyrir það sem ætlaðu að vera með útsendingu 24/7, einhverja sjónvarpsráðs, manstu ekki eftir þessu? NFS Já. Nei, mér var líka búin vinna á NFS á sínum tíma. Er þetta fyrir það? Eða? NFS var á undan. Vá, hvað ég er hún gamall maður. Já, ok. Já, hvað ertu gamall?
29 Lestu salin. Já, einmitt næstu herbyggi sko. En þá ætla ég að spyrja út í eitt. Voru það mistök hjá Stöð 2 að þeir eru búin að opna aftur fréttirnar? Voru mistök að læsa fréttunum tímabili? Sko, ég er alveg fegin að hafa ekki, þú veist, að vera ekki í þeirra aðstöðum eða þeim aðstæðum að þurfa að taka svona ákvarðanir. En já, ég held að. En þá er líka bara flott að viðurkenna og byrja aftur að opna. Já, algjörlega. Samanlega. Ég held að það hefur verið mikið gæfuspor og þetta eru sko fréttir og Ísland í dag eru bara sýningar gluggi stöðvarnar út á við. Það er efni sem allir komast í og þar getur líka svolítið séðum bara hvað er í gangi og hérna fengi fólk til þess að vilja meira. Kaupa áskrift. Algjörlega. Maður myndi líka, ég horfi þannig. Já, maður myndi líka halda sko því að það er mikið talað podcastkilur sem er í áskrift og svo, það er náttúrulega líka miklu auðveldara að sækja auglýsingar og annað með opna dagskrá. Einmitt. Þannig, já. Mér finnst gaman sem við gerum þegar við fengum Bjössa Þorfinns í þáttur okkar. Það var grænlistáttur sem við götum allir til að taka en þá tókum við sko skemmtilegustu 5 fréttir sem hann hefur skrifað á ferlinum en ef þú tekur bara eitthvað sem er þið svona efst í huga frá Íslandi í dag. Það er nefnilega ágætis katalógur þar að fara í gegnum. Maður náttúrulega fengi að tala við alls konar fræktlið, ég er búin að setjast niður tvisar með Yoko Ono og eins og náttúrulega fleiri þar sem hún er tíður gestur hér en þú veist, mann fannst náttúrulega merkilegt að hitta hana sko og hvað ég segja fleira sko, eiginlega ég finnst skemmtilegast að fara og tala við kanínubóndan þarna og þú veist svo einmitt, þegar maður setti svona on the spot og beðið að rifja eitthvað upp af því að það er búið að vera svo margt ótrúlega skemmtilegt og þetta er náttúrulega þvílíkt draum að jobba því leitinu til að þú getur bara látið þetta, þú sérði eitthvað sem þið finnst spennandi skiljiði, ok, tökum dæmi það er bara eitthvað maður sem byrjar að vera með hundasleiðaferðir á Sólheimajökli og þú bara, vá, áhugavert, þú tekur upp símann og ringir í hann og svo ertu mættur í ferðina daginn eftir til þess að gera einslægum hana og svona er þú veist bara milljón dæmi þetta einmitt bara, vá, þetta gekkja, ég er búin að sko einmitt fara í rallyakstur og síganir og þyrlu og bara guðma þetta hvað, en svo er líka mér hefur þótt ótrúlega væntum að því einmitt maður er búin að vera í svona lengi og eitthvað sem ég hafði ekki hugsað fyrirfram að ég er búin að taka fullt af viðtölum við fólk sem er fallið frá bæði sko ungt og gamalt og ég er búin að fá sko tölvupósta og símtöl frá fólki, þú veist, aðstandendum sem að þykir svo vænt það eftir á að hyggja að því ég man sjálf þegar ég misti afa og það var alveg svona áfall þegar ég myndi svona átt í erfileikum með að framkalla röddina á honum í hausnum á mér þannig ég bara skil sjálf hvað er mikil verðmætt í að eiga þú veist, eitthvað ástvinn sem er fallin frá í hljóðamynd sko Já, algjörlega Já, er þetta þungt? Nei, þetta var bara gott þetta var bara mjög gott Já bara, já, ef ég tala svona frá hjartanum sko. Já. Til þess að hlaða og það er sagt að röddin fari fyrst sko. Já, er það? Fyrst, já, er það? Ég bara, einmitt, er tilbúin að kvittundi það sko. Það er líka mín reynsla. Það var eitt sem hún nefndir hérna í Íslandi þegar hún lokaði hringnum í viðtalinu sjálf. Það voru stelsjúku kettinir. Já. Mér langaði að fá vita meira það þá sko. Já, einmitt. Fyndið svona hvað maður man einmitt. En ég man alltaf eftir þessum stelsjúka ketti í Hafnarfirði. Og þá var það einhver köttur sem var búinn að gera sér það að leika að koma, eins og kettur koma oft heim með sko bara mís og fugla og eitthvað svona, en þessi kom heim bara með alls konar hluti og flíkur og eitthvað og eigandinn var búinn að þurfa að bara var með svona borð úti og snúru og búinn að hengja upp bara alls konar dót og bara óskilamunni þurfti bara að auglýsa og að því við erum nýbúin að rifja þetta upp að þá kíkti ég svona hljóp yfir þetta innslag og ég mitt spurði hana bara eitthvað svona já þú er ekki, ertu ekki að nota nýtt af þessu og eitthvað og hún alveg nýmina, ég á þetta ekki og eitthvað en hún greifis ekkert hvað hún átt að gera við þetta því ég held að maður myndi ekki kunna við að hendi þessu og veist ekki hvort þú átt að skilja þessu og vilt ekki nota þetta er rosa erfið staða já En svo þetta ánægði með köttin í staðin fyrir að vera að vesennast í einhverjum döðum músum og þá er þetta alltaf að nýtja hlutir sko Nákvæmlega ef maður ætti að velja á milli sko þá færi maður alltaf í þennan Já Þið heyri það, ég er búin að vera í rosalega svona merkilegum málum Já, svona að fara á dýftina Það er fjölbreytt og skemmtilegt bara hljómar hrikalega
Það náttúrulega forréttindi að sjá bara hundaslega ferð upp á jöklu og geta bara verið mætta inn eftir sko. Já, einmitt. Talandi hluti sem eru nytsamlegir, það eru Dynout. Vá, heldur betur maður. Á að fara út að borða helgina, þá er það dynout.is. Rétt. Það í raun og veru, það á ekki að vera fyrsta hugsun hvert ef að fara út að borða. Nei. Heldur, kíkjum á Dynout. Já. Surprise me. Já. Surprise me. Og þeir gera það vel. Bæði, svo er það auðvitað með gjafakortin góðu. Heldur betur maður. Ef þú vilt gefa upplifun og orka náttúrunar. Talandi með upplifun maður. Já. Hvaða bílinn? Nýja stöðar. Það er rísa tilkynning. Það eru komin nýjar hlæðslulausnir í Hveragerði. Í Hveragerði. Við erum ekki að ljúga. Þetta er bara við leikfélagið. Þetta er allt satt, dagsatt. Leysir af Hólmi gömlu stuðuna. Hún var þetta hjá Orkunni en hún er búin að færa sig yfir í leikfélagið. Fyrir Hveragerðingarna sem eru að hlusta. Þeir voru líklega búin að taka eftir þessu. Já, auðvitað gaman að sjá uppbyggingun sem er að þessi stað þar. Þú ert ekki að sofa on, sko. Þeir eru að hendi einhver lesli. Já, þeir eru alveg puttar á púlsunum, sko. Já. En, sko, Sigrún, er ég að telja rétt hérna? Þú er tilnefnt 5 sinnum til eftirnar, þegar ekki, fyrir bara leitina upprunum. Já. Og þar af tekið hana 2016 og 2017 heim með þér. Nei, tók hana 2 ára, eða ekki? Jú. Já, heim með þér, já, sorry, já. Já, ég vann 3 ára í mann. Það var einu sinni viðbúti, já. Já. Byrjum bara á leitina upprunum sem slíkum, sko. Hvernig það er flagskipið, sko. Það er flagskipið svolítið, sko. Hvernig kemur það til? Það er áhugavert. Já, það kemur til af sjáu hvernig Facebook er svolítið ráðandi í mínu lífi. Ég er náttúrulega af þeirri kynslóð, skiljið. Þú ert þakklátt fyrir Facebook. Ég er mjög þakklátt. Facebook hefur gert mjög mikið fyrir mig. En ég var tökkuð á Facebook. Og þannig var mál með vexti að kona jafnaldra mín sem heitir Kolbrún Sara, hún sem sagt var ættleidd frá Tyrklandi, ung, bjó út í Danmörku, var þar að vinna sem hjúkrunarfræðingur og var búin að hugsa með sér að hún hefði áhuga að leita uppruna síns. Og hún sett inn færslu þar sem hún skrifaði bara, ég er til í að deila þessu ferli ef ég get fengið eitthvað með mér í þetta og var þá að sjá sér hagi því að eitthvað geti borga part af kostnaði og eitthvað svona. Og ef einhver vissum fjölmiðla mann eða konu sem hefði áhuga að þá væri hún klár. Og sameiginleg vinkun okkar takkar mig í þessu. Nema þá var þetta svolítið fyndið vegna þess að það hafa verið gerðir svona þættir víða veröld í mörg ár í allir Skandinavíu og systir vinkonu minni sem bjó í Danmörku, hún hefði nefnt við nokkrum árum áður bara þú verður að gera svona þætti eins og Spólaus þeir heita það þar. Og þannig maður svolítið fyndið að vera tökkuð í þessu þegar ég var búið að nefna þetta við mig og svo hafði ég ekkert gefið út bók sem var svona samansafn af reynslusögum foreldrabarna sem voru langveikaða fötluð og í útgáfuhófinu að þá kemur kona til mín og segir bara hefur ekkert hugsað að gera þætti ættleita að því bara svo rosalega margt sem fylgir því sem er erfitt og flókið og lítið talað og eitthvað svona. Þannig að svona í 3. skipti á stuttum tíma sem þetta kom til mín úr mjög mismunandi áttum. Þannig ég hugsa með mér alveg, ég ætla að skoða þetta og ég heyri í henni þessari stelpu sem var ættleidd þarna frá Tyrklandi og pitsa þessu á stöðinni. Nema hvað, þetta var ekkert samþykkt strax sko. Nei. Svo lá þetta bara þarna á borði í svolítinn tíma og svo kemur að því að ég er hún verkefnalaus og þurfum að fara að pæla í eitthvað öðru og ég sagði já, svo var ég náttúrulega alltaf með þetta mál og sjónvarpsstjórinn á þeim tíma og hún segir alveg, já, ok, til ég þetta þáttaröð. Ekki bara þetta, heldur bara haugur af fólki að leita. Og ég bara, ok, og lappa út af fundinum og bara, hvað á ég að finna? Hvað er ég búin að gera? Og vera heim og hugsa með mig bara, Jesús minn. Og ekki sem maður hafi neitt til þess. Ég var ekki með neina hæfni umfram bara næsta mann til þess að fara að leita einhverju fólki í útlöndum. Og en ok, ég ákvað bara til þess að ég geti fara út með Kolbrúna, þá myndum við bara gera þáttaröð og fer í blöðin í spjall og auglýsa eftir þáttakendum og það var reyndar svona sprengja líka eins og með fæðingarnar. Ég fekk bara haug af umsóknum og ég held einmitt að því að svo erum annars búin að vera í þessu í áratug síðan og búin að tala við mjög marga ættleita og rangfeðraða og alls konar og þetta er eitthvað sem er einmitt blundar í mjög mörgum. Þannig að eftir áhyggja skil ég þessi viðbrögð að fólk hafi sendt mér línu og þá vel ég bara úr nokkra sko og svo byrja bara boltinn að rúlla.
og þá var maður bara að sitja með tölvuna og bara googla frá sér allt vit og reyna að búa til eitthvað tengsl út í heimi og reyna að finna fólk sem að maður gætt treyst, sem að gætt hjálpa manni þar að því að náttúrulega takmarka sem að maður getur gert að heiman. Og svo svona einmitt hefur maður oft hugsað að seinna, ég er svo glöð að hafa getað hjálpað fólki að gera þetta vegna þess að ég var í þeirra aðstöðu að vera einmitt með, þú veist, það er ekkert verra sjónvarp þótt að alls konar hluti klikki í ferlinu, en þú veist, þetta kostar mjög mikið, þú veist, það er ekkert fyrir alla að einhvern veginn ráði einhvern nýja rannsaka þetta þarna og og veist, þetta er alveg fjárhæðir sem að fara í þetta ef fólk er að garfi í þessu eitt bara. Algjörlega, fyrir utan bara vonbriðin fyrir fólki sem er kannski komið með þér í þetta mission og svo bara engin niðurstaða, sko. Já, akkurat, sem betur fyrir að þá var það bara, og það var líka ástæðan fyrir að svona þáttaröð eftir þáttaröð, þá var ég er hætt. Að því þetta gekk vel, skilji, og ég vil ekki bara einhvern veginn fara í næsta og vera aftur einhvern veginn með allt opið og aftur bara einhvern veginn alveg í einhverjum kvíðan út, sko, yfir því að hlutir fari ekki vel og svona. En einhvern veginn var lukkan endalaust með okkur í liði. Og nema en það var sérst eitt mál bara sem að endaði þannig að ekkert fannst og reyndar eitt annað en það er búið að leysast síðan. Já, ok, geðvitt. Já, gerist alls konar eftir að vélarnar hægt að rúlla, sko. Já. Þú vil ekki fengið alls konar góð ferðarlög í gegnum þess að þetta, eða hvað? Heldur betur. Já. Og líka svona ekki túrista ferðalög. Einmitt. Maður er búin að fara inn í hverfi sem maður hefði aldrei farið í. Maður er búin að sitja inn á stofugólfi í húsum sem maður hefði aldrei komist inn í og kynnast fólki sem maður hefði náttúrulega bara aldrei komist í kynni við. Nei. Og ég hef alveg sagt að áður að svona stóri lærdómurinn eftir þetta er bara, það er alltaf svo holdt að finna, fólk er allstaðar eins, skiljiði, í grunninn. Og líka bara hvað er mikil góðmennska til allstaðar og hjálpfísi eftir allt, þú veist, að því að maður er svona ofta að heyra þessar leðilegu hliðar, skiljiði, á mannfólkinu. En svo til dæmis líka þegar ég á ammæli alltaf, ég ætla aftur að tala um Facebook. Já. Og maður fær sína Facebook kveðjur, að þá verði ég alltaf svolítið svona væminn og skrítin þegar ég mitt kennarinn sem hjálpa okkur í Tyrklandi sendi mér ammælskveðju og þessi í Bretlandi og þá var maður svona myndur á að mitt bara hvað margt búið að gerast og hvað maður er búin að kynnast með okkur góðu fólki. Já, heldur betur. Eftirminnilegasti áfangastæður? Sko, eiginlega kannski sá sem að kom mest að óvart var Kólumbía. Já. Hættur land. Sko, það er nefnilega málið. Já, einmitt og auðvitað, statistikinn segir okkur það líka. En og þú veist, ég man einmitt þegar við fórum inn í það hverfi að þá var sá sem var aðstoð okkur bara eitthvað, þú veist, við þurfum á slaginn 5, þá þurfum við bara að vera farin, skilji, og bara takið af ykkur úr og skartgripi og allt þetta og en svo sér maður aldrei neitt og verður aldrei var við neitt en auðvitað er það þannig bara, þú veist, að þú heldur ekki að sé neitt að fara að gerast fyrir en það gerist þannig að auðvitað fór maður valja og maður veit að þú veist, er alls konar í gangi þar en bara mín upplifun að því landi var alveg stórkostlega nú erum bara búin að fara tvisvar og í seinna skipti fórum við út um allt og bara frábært að vera þar ég get bara mælt með því allir til Kólumbíu fólkið eða maturinn eða sem að heillaði eiginlega bara allt og ég held auðvitað líka hvað það kom hann á óvart að því maður var með eitthvað fyrirfram hugmyndir skilur bara nákvæmlega, maður var bara að hugsa glæpatín og kókaín og byssur og nei í alvöru og Sigur og mætti narkóserið bara og ég hef líka oft hugsað í sér þátt að gera bara hvað er ég að gera, skilur, ég bera ábyrgð að þremur börnum og maður, þú veist, koma sér í alls konar aðstæður og eitthvað. Akkur er ekki bara með Ísland í dag að fjalla með einhverja ketti tala við einhverja konu á hlaupabretti, sko. Já, og ég ætla ekki að segja ykkur hversu að því að tímabili deildu við Eva-Lauf, við sátum svona hlið við skrifborð og ég satt, þú veist, bara með hjarta í buxunum og og bara einhvern veginn bara please, Guð, láttu þetta ganga og láttu þennan vera lifandi og þennan segja já og Eva-Lauf sattir hérna mér að ákveða sko hvort hún þetta hafa rjómaost eða svína rjóma í því sem hún var að gera. Hún bara ég er að tengja við þetta svo mikið og ég var bara, akkur er ég að þessu en já og eins og ég segi, bara fyrir einhverja guðsmildi að þá gekk þetta ótrúlega oft upp og engin meira hissa heldur en ég sko. Nei, geðveikt, ansi mörg ár síðan maður tókst á þetta, maður þarf að taka á aftur já, það sko, gera það það sem ég man eftir eins og að það sem manni fannst erfiða sko er þarna kveðjustundar alltaf í lokin sko, mér fannst það svona var það ekkert erfitt? Jú það var bara ofta alveg
agalegt sko og þetta líka það margt svo erfitt við þetta Já. og ekki sísta þegar fólk getur ekki tjáð sig almennilega Einmitt. og maður sá þessar mæður sem voru einhvern veginn að ströggla gátt ekki átt í samskiptum við barnið út af tungumálinu Já. og og einhvern veginn í þvílíku uppnáma að reyna að segja allt sem það langar að segja í gegnum eitthvað túlk og sem náttúrulega, þú veist og þetta bara, og alveg ómeðvitaður hvort eða hvenar það að sjá börnin aftur og já, þessi augnablik sátu oft mjög mikið í mér Já, og já, ég get alveg viðurkennt það og sum alveg svona meira heldur en önnur og svo sá maður líka hvað breytti miklu að því að ég hef líka gert þætti þar sem að fólk talaði tungumáli. Við höfum farið til Bandaríkjana og Bretlands og auðvitað menningin líka nær en líka sko ég var einu sinni með mann í Kólumbíu sem hafði lagt á sig að læra spænsku af því að hann var búin að ákveða hann langaði svo að leita upprunans og hann bara flytur til Barcelona til að læra spænsku sko ef hann myndi eitthvað hann hitta fólkið sitt og þarna satt hann bara inn í stofu í Kólumbíu bladrand á spænsku og fullfærum að dansa salsa búin að mastera það líka á eitthvað og þá þetta allt svo miklu auðveldara tungumáli var oft svo mikil hindrun og þetta líka bara efnahagur og menning og aðstæður og allt. Ég las gott viðtalið í dag að tala sko að það væri dálítið erfitt fyrir þið að sjá sko í þessum ferlum sko að oftast voru kannski mæðurnar að senda börn sindir ætlinga bara því að þær bara út af efnans ástandi og það bara vildi kannski börnunum bara betra líf. Já, búin að læra heima. Já. Hún með því. 234 þættir sko. En já, ég meina það þetta ég veit ekki okkur manni finnst einhvern veginn betri tilhugsun að þær hafi gefið þau að því að þær hafi einhvern veginn ég vil ekki nota orðið verið í einhverjum aðstæðum sem þær komið sér kannski í sjálfar eða eitthvað svona en að vera einhvern veginn eiga engra annar að kosta völ en að gefa frá sér barni mitt bara að því að þú getur ekki framfleitt í held ég að hljóta að vera bara eða það er engan sérfræðing til að reikna út að það er bara örugglega hræðileg tilfinning og ég held að sé jafnvel enn verri tilfinning að vita ekki hvað það endaði. Einmitt sko, já, svo var það líka sem kom fram að stundum allavega getur vonandi það var einhver falleg hugsun að geti fylgst með barninu í fjarska sko en ég held að með þættina það var langa oftast ekki sko. Nei, aldrei. Og það er alveg passað upp á það að það sé engin brú. Já, er það máli? Já, og maður skilur það líka alveg. Já. Að því að það kannski bara getur valdið alls konar vandamálum og ég reyndi þekki ekki alveg hvort að það er breytt í dag en það var allavega þannig að þær áttu engan séns á að leita sko. Mér fannst klókt já sko, svo tekur aðra seríu það sem að fólk var að mæta aftur sko, ég er ekki að beða nákvæm hlutföll en var þetta af öllum sem þáttum, þetta voru 5 seríur í heldina fullt af þáttum, var þetta oft það sem þetta var bara þessi eina heimsókn og svo er ekkert samband í dag eða þú veist hvernig er þetta? Nei, ég veit bara eitt þannig dæmi. Já, og pínu fyndi ég svona vissi það með hana að það yrði þannig. Já. Er það? Og og það var að því að mér finnst ég alveg sjá svona kynjamun. Og það var kallmaður sem að einmitt svona var ekkert mikið upptekin af þessu og mér fannst það svona meira að vera að tikka í þetta box sko fyrir konuna sína og mömmu sína og já. Þannig að það hefur ekkert og engin leiðindi eða neitt svoleiðis. En bara ekki mikið samband. Nei. Og svo sá maður sko í Google-inu þetta sko fallega sögu til dæmis bara ein stúlka frá Sri Lanka sem var búin að horfa á þættina þína og hún ákvað eftir þættina að reyna að finna blóðmóðin sína sem hún er fundin sagði. Já, akkurat. Ég er nefnilega fengið sko, ég hef ekki tölu á svona sögum sem ég hef fengið til mín og mér þykir svo ótrúlega væntum að fólk setist við tölvuna og pikki inn bara, heyrðu, ég var að koma úr þessari ferð og að því ég horfði á þættina og fór bara í þetta sjálf og ég fann og svo fæ maður myndir og eitthvað og já, þá líka ég hef alveg náða ég get alveg fara að grenja við svoleiðispost breyta lífi fólks á jákvæðan hátt það er auðvitað bara verðmætt en þá verði ég að spyrja bara mekanismin sko, og tala um að ef alveg verið ákveða hvað uppskriftin og hendi sko, ef einhver myndi segja mér núna, langar að finna mömmu mín í Sri Lanka, ég veit ekki hvar ég ætti að byrja að googla hvar byrja maður, hvernig gerir maður þetta? Svona einlétt bara. Einlétt. Þetta er nefnilega bara erfitt og í því sem að ég hef verið að gera að þá er sko gullsíkildi mitt að finna eitthvað sem þú getur treyst vegna þess að það eru margir sem gefa sig út fyrir
að gera þetta í þessum löndum, þannig að ef þú byrjar að googla þá ertu alveg fljótur sérstaklega í þessum fátækari löndum að finna eitthvað sem að segist aðstoða við svona en svo veist ekki hvað hann gerir mikið þegar þú ert búin að senda peningin og svoleiðis. Ég fann hann ekki. Já, en svo er náttúrulega ótrúlegt hvað fólk er að finna sko bæði með því að setja út einhverja öngla bara á Facebook, flett upp fólki með sama eftirnafn og senda einhverja pósta, bara þanga til að eitthvað gerist eitthvað staðar og eitthvað sem ég held að væri algjört skoti myrkri framan af eru þessi DNA-bankar sem að henda þá meira kannski fyrir fólk sem er að leita hérna til dæmis í Bandaríkjunum eða Bretlandi eða svona aðeins nær okkur og eru þá yfirleitt að leita einhverjum föður sem að týndist eitthvað stóra leiðinni að það eru bara ótrúlegustu mála koma út úr því. Já. Hvernig tóku foreldrarnir í þetta? Það meni foreldrar ætli til bandana. Á Íslandi? Já. Misvel. Já. Ég skil það bara. Já. Ég held þessu fylgir bara ótrúlega flóknar tilfinningar. Þetta eru glæðilega heitt kartafla, sko. Já, akkurat. Og ég veit að, að mörgum þeirra sem að voru að leita fannst þetta erfitt gagvart foreldrum sínum. Að því að öll voru þau bara mjög ánægð með sína foreldra og hafðu bara átt góða æsku eitthvað, þannig að þetta hefur ekkert með það að gera. Nei. Og ég sagði við þau öll, við skulum bara, bara passa upp á það að við eyðum bara mínútum og plási í það að tala skilur bara hvað þessi foreldra gerði fyrir ykkur og í öllum tilfellum reyndi að draga þau með að borðinu og sem betur fyrir lang flestir bara sýndu mikið stuðning og en í þeim tilfellum sem að fólk var að ströggla með þetta að þá meitt gat maður ekki annað en skilið það að því þetta náttúrulega í grunninn bara eins og að barnið manns kæmi og sagðist alltaf og þetta held ég að maður fari svona að verða hræddur sig og sína stöðu og eitthvað, þetta er bara flókið. Þetta eru 5 seríur, hvað tekur langan tíma að henda í eina svona seríu? Þetta eru líklega ekkert grín. Nei, sko, ég man ekki alveg hvað það mál sem var lengst í vinnslu tók langan tíma, en það var einmitt þannig eftir að boltinn byrjaði að rúlla, að því ég var alltaf að vinna í miklu fleiri málum heldur en enduðu á skjánum, að það var pínu erfitt að segja að serían taki svona langa tíma. Að því að kannski inn í seríu 4 datt mál sem að ég var búin að vinna í síðan í seríu 1, skilur mig. Já. Og svo bara allt í einu gerðist eitthvað. Og jafnvel mál sem að ég held að væri aldrei neitt að fara að gerast í. Nei. Þannig að í tökum þá var þetta yfirleitt ár. Já. En vinslan og rannsóknarvinnan var oft bara miklu meira. Mörg ár. Fórstu, kannski vartu búin að svara, var ein fíluferð? Já. Það var eitt mál sem að gekk ekki upp og það er náttúrulega ótrúlegt hvernig það svo fór inn í end. Hún heitir sem sagt Ása. Við fórum út með henni til Sri Lanka og fundum ekki neitt. Nema hvaða, svo mitt bara með tíð og tíma. Þegar hún, við komum heim og sínum þáttinn í sjónvarpinu og heima situr önnur ungkona sem heitir Harpa og horfir á skjölin hennar Ásu og segir bara þetta er nákvæmlega eins og mín skjöl. Sæll. Já. Þannig að þær eru leita saman og fara að bera skjölin sín saman og þá var bara sama móðir, sama þetta, sama hitt. Og og þá fyrir við að töma DNA-prófi hvort að þær séu systur sem var ekki og þá fyrir maður að spá í bara býtu hvað er í gangi og foreldrar Ásu höfðu tekið mynd af konunni sem að afhendi hana sem við náttúrulega gengum út fyrir að væri mamminar og blóðmóðir og og kemur í ljós og nú er náttúrulega spoila en það er svo langt síðan það kom út þar alltaf og þá kemur í ljós að konan, við fórum út með þessa mynd að leita að konu sem að við heldum að veri mamminar Ásu og allt var byggt á myndinni og nafninu í skjölunum og svo finnst konan á myndinni og við ægilega ánægð og ég ekki búin að læra það að maður þarf að setja spurningamerki við allt í þessu ferli og fá bara staðfest með DNA-prófi í bak og fyrir vegna þess að við erum búin að fagna því að mamma hennar væri fundin nema svo kemur bara niðurstaða úr DNA-prófi og hún er ekki mamma hennar og þá var það okkur hugsað til Hörpu sem átti ein skjöl og þá var þetta mamma hennar. Shit. Já. Og þetta er eitthvað sem hefði náttúrulega aldrei nokkuð tíman uppgötast ef ekki væri fyrir þessa þætti. Nei. Þú veist, þá hefði þar aldrei séð líkindri með þessum skjölum og allt í nú var Harpa búin að finna mömmu sína sem var ekki svona byrjuð ykkur virkri leit og Ása búin að leita sko í mörg ár og hélt hún var búin að finna sem var ekki
en þá hefði hún bara tekið að sér afhendana Já, og var þar að leiðandi á þessari mynd já, skilji. En var það einhver nær, gat hún það ekkert sagt til Nei, mikið Nei. búið að reyna að komast í botts í því. Þannig að hún gat ekki gefið neinar upplýsingar sem að leita okkur neitt áfram. Því miður. nei, Já, og ég ákvað einmitt fyrir alveg svolítið síðan, þá leið mér eins og ég gæti aldrei hætt þessu fyrir en ég væri búin að finna, þú veist, blóðfjölskyldu Ásu, en því miður ekki ennþá, nei. svo veit maður ekki. Til að slúta leitin upprunna, sko, þarna 5 seríur, 3 rettur, sko, þetta, ég ætla bara að halda, þetta er bara einu bestu þætti, allavega mannlýst þætti bara sem hefur verið gefnir út á Íslandi. Takk. Var það meðvituð ákvörðun að, eins og kannski nefndur aðeins á hann, hætta áður en þetta yrði eitthvað jæja, eða bara, veist, það er nú bara ekki mikið ætlundum fólki á Íslandi og svo framvegis. Sko, ég var ekki komið með þá tilfinningu, mér var að fara að líða eins og þetta væri svona svo gott sem botlaus brunnur. Já, Að því ég fer til dæmis aldrei á mannamót án þess að fá nokkrar sögur já, og skilji þannig að þessi mál er út um allt og ég hefði alveg getað haldið áfram í einhver tíma en nei, það var nú meira svona bara umhyggja fyrir einn geðheilsu sko sem að fekk mig til að segja þetta á endanum gott og líka bara, veist, ég held ég eigi bara að vera mjög glöð með það að hafa náð að gera 5 þáttaraðir, þar voru allar flottar að mínu mati og bara loka þessu en svo veit maður ekki, kannski þegar maður er búin að hvíla sig í eitthvað tíma að þá já, fer maður aftur á baka sko. já, það er allavega nóg að málum og Já. ég held að, já, það er örugglega ansi margi þakklátti Sigrúnu fyrir að hafa hendi þess að þætti og hún hjálpaði hellinga fólki sem er frábært. Við ætlum að fara í Heiða Guðjónsson hotnið sem er í boði Akró, er alltaf langt sem Heiða kom til okkar, við þurfum að þess að ræðan annars minnum við á Akró appið, það er Snillt. Já, mögulega keypti maður Íslandsbanka bara beint í gegnum Akró appið. Já, Nei, þú hefur keypt hann á markaði. Já, ég veit það. Ég klikka það. Já. Akró, minnum allavega Akró appið. Allir að fara í App Store núna eða Google Play eða eru Samsung fólk og hala Nema ykkur finnist þægilega að vera bara 15 myndum á eftir, þá getið þið líka að tekið þetta bara á. Já, einmitt, sko, þið geta alveg tekið samkynnsæðalan og verið bara kortur eftir, Já, en þetta er þannig datamarkaður og þarf að vera með þetta upp á 10 og svo er að TM það er bara eitt stað til að tryggja sig og það er hjá TM Tryggingafélagi. Þeir ætla að vera með fjölskylduhlaup þann 24. maí og ég held ég mæti að því að Væparn er allar um uppbytun. Það er svoleiðis. Ég var að fá það staðfest. Það getur þurft að kíkja. Hún starfaði hjá sín í 16 árum sér hún eins og talaði um og voru ykkur 38 fórstjórar þarna með hann en okkar maður var fórstjóri frá 2019 til 2022, hann hefur komið 17 sinnum í þáttinn, var stjórnarformaður frá hann 2014. Sko, opin spurning fyrst, hvernig fórstjóri var Heiðar Guðjónsson? Ég hef ekkert slæmt að segja Heiðar Guðjónsson, hann er náttúrulega bara ótrúlega flottur maður í alla staði, já. Og gaman að segja frá því að það var einu sinni, við vorum með svona pubquiz fyrir hæðina, alveg mörgum árum, ég saði mér þess að Heiðari frá þessu, mörgum árum eftir að hann hætti og það var ein spurning í pubquizinu bara hver er besti fórstjóri sem að fyrirtæki hefur haft og það var bara eitt rétt svar og það voru allir með rétt svar en það er Heiðar Guðjónsson. Já. Samdi hann þessa spurningu? Nei, reyndar ekki. En nei, bara ótrúlega flottur, solid maður, sko, og alveg viðáttu klár. Sko, þarna því ég tók viðtalið í lokaritgerð minni í masterverkefninu mínu, sko, hann, fyrirtækið var ekkert á, með hvernig hann talaði sérstaklega góðum stað þegar hann mætti þannig, hann náði að taka hellings til. Já, hann gerir það. En það ekki? Jú. Og svo er náttúrulega eins og þið vitið Heiðari líka bara með svo, ég var einmitt að hlusta á viðtalið ykkar núna síðasta þá, númer 17. Já, ég held hann að koma svona 5 sinnum kannski, já, hjá ykkur og það er svo fyndið þegar hann talar, sko, að sko þótt þetta sé, hann segir aldrei mér finnst, það er bara, þú veist, þetta er svona og þetta er hins einn og maður situr heima og maður er bara, já, þetta er rétt, þetta er allt rétt sem maður að segja, sem er náttúrulega frábæra einleiki til að hafa, já. Og hefur örugglega hjálpað honum í stóli fórstjóra, sko. Að við vorum öll bara, þetta er rétt, Heiðar. Já. Hann er líka með mikla ári yfir sér. Já. Langaði maður ekki bara að gera vel fyrir hann? Jú, algjörlega. Ég er náttúrulega búin að taka viðtal við hann, sko. Því miður ég geti ekki lesið ritgerðina minna, hún er læst. Er hann besti fórstjóri í sögu sínar? Ég myndi bara alveg vera tilbúin að fara þangað. Það ekki? Jú. Manstu eftir einhverju, sko, nú eru komin smá stefnumótunar rungjarna, sko, það sem hann talaði um að þegar hann mætir inn í fyrirtæki, þá voru þeir að tapa 100 milljón á mánuði
á endir Heiða Guðjóns í bara hold my beer og fyrir að laga reksturinn og náttúrulega verður bara fáralega arbært og flott fyrirtæki í kjölfar hann mætir manstu eftir einhverju svona ákveðinu sem hann gerði eða var það bara að lyfta hann bara trúi og starfsfólki eða? Já, ég held það og náttúrulega bara svo mikill leiðtogi í sér og og reyndar mér alveg fyndi að vera allt í stödd í Heiðarshorni að tala. Já, sæmilega Heiðarshorni. Ég að pæli að hafa því öllum þáttum Hvað finnst þér Heiða Guðjóns? Já, rákvæðlega, en ég get bara gert það með góðri samvisku og hann líka svona bara góður í að þú veist, hann var bara á gólfinu að tala við fólk og bara svona næs gæi. Já. Sorry on the spot, áttu ykkur að Heiða sögu hann okkur á hann, hvað Heiðar? Enginn sem að má koma eftir og vilt sko. Já, einmitt, við tökum hana kannski bara 3. Já, tökum hana off the record en ég ætla að henda Leifi, við ætlum að tala aðeins núna fjölmiðla ástandi almennt af því að við höfum miklar ágjörði. Já, og full ástæða til. Já, ég held það. Einmitt, gleymist þú alltaf Heiðarshorni, það er komið til að vera Já, við þurfum sama hvernig við tala já, alltaf gleymist náttúrulega að við sérum voru kollegar í stuttan tíma, ég var á sín á sínum tíma sko, Já, hún var ekki eftir þér Nei, það er ólíklegt Það segir kannski meira þig heldur en Já, það segir miklu meira mig bara ein stutt frá mér áður en förum í fjölmiðlaumræðuna almennt myndi ekki sakna mötuneytisins Ertu að grínast? Er þetta eitthvað ruglega? Þetta er eitthvað rugl. Þetta er bara rosalegt sko. Mæta þetta á Suðurlandsbrautina. Já, ég er að vona ég leggja þess af sko. að það verður svona bónusin í Nei, og mátt nú ekki við því Nei, þetta er geggjamötuneyti og það er líka, ég hugsaði eftir ég byrjaði að vinna á sín og borðaði þessu mötuneyti og ég hugsaði bara ef ég rek einhvern tíman vinnustað eða skilur fyrirtæki eða eitthvað þar sem er fólk í vinnu þá ætla ég að hafa góðan mat af því ég held þetta sé sko þyngdar sinna virði í gulli Já, ég held það líka Það er allir glaðir Missir aldrei fólk úr húsi sem er allt og lengi hádegismat fyrir vikið og þetta hefur svo mikil áhrif á starfsánægina þannig að besta bistró 5 stjörnur Fyrir utan líka þá er fólk að kommunikata í vinnunni sko Akkurat, emitt Þannig að þessi Sindri sem var á sig bókudúgur hátíð sko, hann á ekki breyki í sínar eldhúseyri sko Það er ekkert grín að keppa við það við að Sindri ólustuðum sko Já, Sindri er flottur Ég er sann kemist að Ég heldur þekki Hann væri bara svo lengi að gera matinn sko Já, meinar Ekki með skeiðklukkun í gang Nei, skeiðklukkun á hann Hann er með þannig rétt að hann þarf bara 17 tíma sko En færum okkur í fjölmiðlaumræðina Hún er búið í Sjöstrand Kaffi góða maður Ekki kaupa bara eitthvað kaffi Keyptu gæði 15% afslutu með konum Kat Það er bæði af vélunum og hylkjunum Svo eru þetta fyrirtæki þjónustan góða Báum þetta sent mánaðarlega og það er ennþá þannig Ég var að spyrja Gunnar daginn hvort hann væri ennþá persónulega að fara með þetta Það er bara staðan Já, lítið yfirbygging Hann mæti bara í gallan og græjar þetta Já, því líka topp maður með enn betra kaffi Já Glæsilega líka. En sko, ef við förum aðeins á hundaveða yfir landslæði í fjölmiðla bransanum í dag, byrjum á því sko já, maður horfir á gengið á sín og maður bara þingir tárum tekur þingir tárum dæki sko, hefur ágjörð því að Rú verði bara eitt hítuna á markanum? Já, auðvitað hefur maður ágjörð því og reyndar þegar maður fer svona að hugsa tilbaka þá hefur rekstur fjölmiðla aldrei verið eitthvað næs eða auðveldur skiljiði og ég meina ég einhvern tíma var í sumartjobb á DFF og það fór á hausinn og ég var líka að vinna á Fréttablaðinu sem er ekki lengur til og ég meina þessi fyrirtæki kom og fara en það er samt eitthvað við það sko þegar að já, manni finnst svona óvenju svart framundan í mörgu tilliti og sem eru þetta bara sorglegt, ég meina við viljum hafa öfluga og virka og frjálsa fjölmiðla skiljiði og við viljum að það sé almennilegt fólk í vinnu og skiptir bara mjög miklu máli Já, líka bara einkareiki fyrirtæki á sem markaðel sem mjög mikilvægt sko það er mikið talað um það á markanum að sín væri mögulega það væri meira virði í að þú myndir slíta allar einingarnir sundur, myndir hafa vísi sér á bylgjuna sér á FNÍ57 jáfnvel getur þetta en heldur að séu samlegar á því að hafa þetta allt í einni einingu eins og þeir eru með þetta núna? Já, en þess að ég hef eitthvað lagst yfir tölur og Excel-skjöl sko. Þetta er náttúrulega gömul umræða og ný en af einhverjum ástæðum hefur ekki orðið af þessu og ég meina síðasta daginn minn í vinnu á sína þá var deildin sem ég vann hjá lögð niður. Framleiðslu deildin? Já, varst þú í henni? Já. Sem var mjög sérstök tilfinning einhvern veginn að allt mitt nánasta samstarfsfólk fékk svona uppsagnarbréfið á þessum síðasta degi
og það til dæmis finnst mér bara ótrúlega sorglega tíðindi og ég held að sé að því núna stöð 2 verður áfram í íslenskt efni en það verður semst allt keypt utan úr bæ en það bara þarna í þessu fyrirtæki verður til eitthvað suðu pottur af skilur þegar allir eru á sama staðnum að vinni því sama og auðvitað eru samlegðar áhrif af þessu öllu. Sko, maður veltir líka fyrir sér sko, hvað þetta er erfiður rekstur að því hún segir, þetta hefur aldrei verið auðvelt. Maður sé bara eins og Gummi Ben náttúrulega með 2-fall hærri laun en forstjórinn og þarna, sko, maður sé til dæmis að það bara, þú ert með mikla konga og með Gumma Ben og með Auða og með Steinda og með Sigrún Ósk og fleiri en svo sér maður greinilega að þegar það verður verkefnaleysi eins og talar þá bara hendum í eitt spurningasprett hérna, að því að þú veist það er ekki dálítið svona grímulust fyrir að segja bara það vantar verkefni, eða er það ekki dálítið þannig? Nei, byrju vantar verkefni fyrir Nei, þá meina ég sko bara, Gummi Ben hérna á þessum ofurlaunum hérna, til þess að borga þau, þá þurfum við að hendi í eitt þátt, því hann er ekki skilnaðilega með, ég velti bara fyrir mér hvort það sé erfitt að vera með svona mikið af stjórnufólki á 9-5 taksta frekarna kannski borga en bara svo til dæmis að þú hefur bara komið inn sem verktaki eða eitthvað slíkt sko, er hægt að vera með vinnuumhverfi hann og ert með þetta fólk á bara dagtaksta sko? Já, nú ert þú náttúrulega að tellja upp allt fólki sem að hélt vinnunni. Já, þannig að það er einhver ástæða fyrir því. Já, það er rétt. En Öddi og Steindi og Sindri verða þarna áfram. Sindri er búin að vera þarna í, hann er samt svona 25 ára eða eitthvað, en hann er búin að vera þarna í svona 40 ára eða eitthvað. Vá, hvað verður glaður að heyra þetta. Já, sko við byrjum, sko áður en að ég var, hann byrjaði aðeins á undan mér, og var búin að vera með markaðinn hann í fréttunum og eitthvað sem ég minnir að hafa heitið það. Já, passar. Og þannig að hann er búin að vera lengi. Hann verður okkar Bogi Ágússon held ég. 100% sko. En samt er hann miklu meira hybrid og flexible en Bogi sko. Hann gerir Sindri að fara í allt sko. Já. Það er reyndar, fyndið að sko minnast á sko enna spurningaþátt. Hann er geðveikur Ég veit að, en í sambandi við það bara, við þurfum að henda einhverju hérna í gang fyrst við erum með mann á svona launum. Spurningasprettur, sko verðlaunaféð sem að kasta út af því hvernig þetta ekkert smá. Ég ætlaði nú, við getum alveg talað það hérna. Þetta er fyrirtæki sem vantar pening og þeir eru bara, þú svarar einni léttri spurningu og komið 50 skall. En sem geðið stöf sko. Já sko, þetta er líka bara þannig að til þess að þetta sé eitthvað spennandi að þurfu þetta að vera alvöru upphæðir. Já. Þannig er enginn að horfa á þátt þar sem er bara eitthvað vinnur hann 5.000 kall. 5.000 króna gjafabréf. Öllu rétt og eitthvað, þú veist, þannig að það er náttúrulega spennufaktorinn. Bara hvort að fólk sko er að fara að tapa einmitt milljón eða svarar þessu og eitthvað. Þannig að ef þú ætlar að vera með svona spurninga þá þarft að hendi alvöru upphæðir sko. Já, en fyrir einmitt menn eins og okkur sem að hugsa ekki annað en peninga sem betur að vera en hérna þú veist, þarna er þetta svo grímulust þarna sérðu bara, það er að fara á 2 milljónir þarna bara í verðlaunafé og svo þarf að borga staffinu og upptökumunum og klippurunum og annað og Gumma og Gummi fær sitt, Gummi fær sitt en þú veist, hvernig er budget, ég vil segja rangeið svona á þeim tíma sem þú fengið að kynnast eins og leitina upprunum, þar hafa þetta líka væntanlega kosta sitt en svo er aðri sem að kannski Ísland dag sem að getur gert fyrir minna budget. Hvað er range á þætti? Hvað þetta kostar? Já. Ég sko, nú get ég bara að tala fyrir mig og ég held reyndar að leitina upprunanum sé ódýrara prógram heldur en margir halda að því það er ekkit, þú veist, þið eru að horfa á á kettlinguna á bakviða og svo er ég bara með 2 með mér sko tökumann og klippara. Og þú veist að það er ég sem að ég ger þetta bara allt, þú veist, ég framleiði þetta og held utanum allt og eitthvað svona og reyndar, að því við elskum að tala um peninga í fyrstu þáttaröðinni, að þá var mjög hart í ári hjá því sem að þá hét sko 365 og ég fekk haldið ykkur fast, hvað myndið þið halda að hver þáttur hafi mátt kosta svona í þá er ég tala um bara útlaðan með ferðalögunum allt? Já. Hver þáttur? Og hún var ekki að fara til Köpen sko? Nei. Hún var Vá, ok, viltu byrja það? Já, ég meina, fyrst að verðlaunaféð bara hleypur á fleiri milljónum hérna, þá ætlum ég bara að segja Þetta er þetta 10 ár síðan, ekki? Já, ok, þá ætlum ég að leiða þetta fyrir verðbólgu og segja bara 3 milljónir á þátt. Já, ég ætla að segja ég veit þetta er eitthvað skammalega látt, sko ég ætla að segja bara 1 milljón. Já, ég get þá sagt ykkur það, ég fekk 250.000 á þátt. Það er ekki flugmiði. Nei, ég veit það, takk. Og og ég skil ekki ennþá hvernig ég náði að láta þetta ganga upp, en ég get líka sagt ykkur að ég náði því með því að þegar við förum til dæmis, ég og tökumæðurinn til Danmerkur að hitta þessa konu sem við talaðum áðan sem var frá Tyrklandi, að við flugum þangað fyrst,
að þá gisti sko tökumaðurinn í ykkur prinsessurúmi heima á vinkonu minni. Ég svaf sko á gólfinu í bílum og eitthvað í útlöndum til þess að láta þessa fyrstu þáttaræðir ganga upp. Já, þú varst ekki á 5 stjörnu hótelum bara að taka upp korter og svo bara sópaði? Nei, alls ekki. Það sem við létum okkur hafa. En svo auðvitað eftir því sem að prógrammi sannaði sig og gekk betur og eitthvað, þetta voru ekki aðstæðunar hérna í þáttaröðinu síðan, en ég er bara helviti ána með mig að hafa náð þessu sko. Þetta grínast. Já, en ég get líka sagt ykkur þá í algjörum trúnað á milli okkar þriggja er að þetta er alveg partur af ástæðinu fyrir því að þessum þáttum var oft skipt í tvent. Já, meinar. Já. Þannig að áhorfendur voru látnir hanga í viku að því að þar með náði að dreifa kostnaðinum á 2 þætti en ekki 1. Já, segir sko. Hún kom líka inn á því vitur í Íslanda. Hún er mjög, hvernig líst hún sér? Næjusum? Nei, hún er ekki nísk, en hún er... Góð með sitt, eitthvað svona. Það var eitthvað þannig. Já, býti, ég mani þetta ekki sem sjálf. Haxín, var það ekki? Já, eitthvað, í þá áttina, já, fyrir ekki sögum eða emitt, jú, þetta enda í fyrirsögn á Vísi, bara, ok. En meðan það fylgir sögunni ekki nísk, já. En hvort er betra að ég pæla eftir því að maður er búin að pinpointa nokkra þætti sem maður er að horfa núna, að segjum þetta sér 4 eða 6 þátt að segja, þú ákveður til dæmis núna að hafa þetta 1 í viku, kom til greina bara, dundur þessu öllu út, en þú náttúrulega reyndar með þetta náttúrulega línulega líka. Akkurat. En hvort ertu hrifnar af? Hvora leiðinni? Að bara setja allt út eða 1 í viku? Sko, ég myndi alveg vilja, ég er alveg smá hrifin að því formið að setja allt út. Líka bara því maður er farin að neyta efnistanni sjálfur. Já, ég veit það. Skiljiði. Og manni finnst alveg svona, ég fæ samt eitthvað gríti kikk út úr því að þurfa að bíða stundum. Ég er smá samanlega, sko. En það er smá einhvern veginn svona nostalgía í því, sko. Það er akkurat orðið sem ég ætla að nota. Ég finn það alveg að það er eitthvað svona, einu sinni var þetta svona, þetta er nú pínu gaman, eitthvað. Og þetta er kynslóðabili, ég vil ekki sjá það, sko. Nei, ég veit það. Þú er TikTok-kynslóðin, sko, vill fá allt strax, sko. Já, instant gratification. Já, ég veit það, og þetta er geggjað að geta bara haldið áfram bara næsta og mér finnst það gaman að ég veit að margir hoppuðu setna á vagnina því að nú hefur plúsin verið að stækka og margir einmitt eins og sagðir áðan, þú veist, eru bara með hann og ég fæ hann í dag fólk sem er að horfa til fyrsta skipti og þá getur það að bindsa þetta, sko. Einmitt sem ekki eða þetta, sko. Sem ekki eða þetta. Og maður heyrir alveg oft, sko, bara, nei, ég ætla bara að bíða eftir allir þættinni sem við klárir og þá tek ég á bara allir beit, sko. Akkurat, og ég veit líka mjög margir biðu þegar leitin var í gangi, horfðu ekki á nú og maður sá þetta á hrönu, sko. Slepptu fyrsta þættinum og vildu horfa á það bara í einu, sko. Já, maður vill svolítið upp á endi bara. Já, algjörlega. Sko, að þið vorum nú aðeins að tala um það í upphafi að gæta óhæðis og annað og auðvitað taka blaðamenn og fjölmiðla fólk því misalvarlega því hlutverki, en ef við skoðum bara aðeins atburðir liðina daga þá sáum við að það var allt brjálæði í vikunni þegar Jón Gnarr þingmaður Viðreisnar benti á það og þetta undarlegt að Bylgjan var að taka viðtal við Heiðrúnu Lind sem situr í stjórn Sýnar. Svo höfum við séð þingmann Flokk fólksins tala að kötta á styrki til Morgunblaðsins eða hætta ekki að tala illa Flokk fólksins. Sko, ef við horfum bara í þinn feril, hefurðu fundið á einhverjum tímapunkti fyrir þrýstingi eða frá einhverjum þróaði bara, þetta er ekki alveg málið, eitthvað svolítið, einhver ritskoðun? Það sem er verið að fjallum? Já, þetta hefur fólk látið í ljós alls konar skoðanir, sko. Og en það hefur samt aldrei náð það langt að ég geti flokkað undir að vera að skipta sér eitthvað af eða banna mér eitthvað eða svona. En ég menna, með þessi vinsælt svo búið bara á svo litlu landi. Þetta er oft bara mjög trikki. Og ég var að talandi Heiðrúnu Lind, nú þekkið þau bæði bara vel og allt það. En þú veist, hún er nýdóttin inn í stjórn, menn hún er að tjá sig þetta út allt og þarf að gera það. Hún er líka formaður SFS. Ég meina það. Þetta hefur verið skrítið, þetta hefur bara verið eitthvað venjulegu stjórnarmaður. Já, akkurat. Þannig að Þau tóku heldur betur, það sauð ást samstarfsfólkinu þínu. Það bara allir starfsmenn sínar bara sem eftir eru kommentu á þess frá því að Jóni Gnarr bara þú veist að því að þeir eru með einhverja ritstjórnarstefnu og segðu bara, þú veist, þeim fannst þetta var þvílík vanvirðingu þeirra störf að halda þau séu ekki geta óhæðis og það má alveg taka undir það. Já, ég menn, svo sér maður að Vísir vandar sér mjög mikið við að taka alltaf fram sko neðanmáls ef við verið einhver tenging einhver staðar, ég hef allavega ekki oft staðið á að því að gleyma því. Þannig að það er mjög vel passað upp á þetta og þá er þetta leiðilegt að fá bökin fyrir að þegar einhver reiknar út að maður hafi ekki gert það. Já, ég biðla bara fyrir fólki bara það, ég held átti ykkur ekki á því hvað væri slæmt eða væri bara rúfinn á Íslandi, sko. Bara kaupið allt sem að sýnið verið búið að bjóða.
það var ekki keypt ölsík. Nei, auðvitað, já, ég ætla bara að taka undir það og og líka manni finnst bara leiðilegt að nú þykir mér bara það væntum þetta brand sko, stöð 2 og ef við erum að tala um nostalgía þá er ég alveg upp við að sko, stöð 2 var trít í desember og eitthvað sem að maður beið eftir og ég átti vinkonu sem var áskrifandi og það var geðveikt og þá tók hún upp fyrir mig bara þú veist, þetta helsta sem var í sjónvarpinu og eitthvað. Þú horfum maður út að ruggla líka sko. Ég akkurat, og þetta er bara stöð sem á sér það langa sögu að óbara vera í full sving og á að blómstra. Já, sammála því. Já, og bara svo ótrúlega margt flott sem er búið að gera þarna í gegnum árin og flott fólk að vinna þarna og ég held að Íslendingar geti nú flesti verið sammála að viljum ekki missa hana sko. Nei, og svo er náttúrulega enski boltur á leiðinni heim líka. Ekki gleyma því. Fyrir nú utan það. Þá hefur nú Gummi Ben nóg að gera. Ég held að Gummi hafa alltaf nóg að gera. Hvað segir ég með þessi laun? Erstu með eitthvað heimildir? Já, ég er með heimildir. Ég skal segja þetta off. Hann er alltaf að senda mér. Hann sendir mér alltaf launaseðilinn sinn. Í alvörunni, en gaman. En hann, aftur spurningarsprættu, geðveikir þættir. Ég held að enginn hafi tekið 3 ár. En ég held að enginn hafi tekið minna 50. Nei, það var einn fáránlega nála því gískaði þarna með 1 milljón svo mikið að klára fólki hérna til bara, og líka talað sko þegar við spurðum Sigrúnu er ekki erfitt að fá fólk til að taka þátt sko. Ég myndi aldrei þóra að taka þátt í þessum þetta ekki heldur það kemur stundum bara einföld spurning og ég bara ég var látið pröfukerina þátt og ég var stressuð ég trúi því varst á gólfinu hana, þurftur að stíga á þessu næst já og maður alveg svona fólk að horfa og maður var bara please sko það með alveg hér svo kemur alltaf eftir með svari það sjá valmöguleikana fyrst og svo líka þegar fólk er búið að úttala sig það fyrirfram bara ég er sterkur í þessu skiljiði og svo bara kemur eitthvað agalegt en það er einmitt, ég er náttúrulega elska þetta ég er með eitthvað alveg svona þing fyrir fólki sem er ekki frægt ég elska að sjá bara Jón og Guggu í sjónvarpi sko og sérstaklega hvernig það bregst við í ljósunum undir pressunni og hvernig sumir sko einhvern veginn eins og þeir bara vaxi og aðrir einhvern veginn fara alveg í hnút og ég elska þetta. Svo er líka svo sniðugt að hafa fjölskyldurna þarna líka on the side og Gummi Ben er sko hann á að fá hærri laun hjá sín bara svo ég teka fram sko, hann er svo fyndinn og góður og svo góð kemistri þarna, hann er geðveikur hann er náttúrulega ótrúlega spontant og skemmtilegur sko. Munið eftir skarpari en skólakrakk já það voru óægnir þættir, ég hef ekki viljað taka þátt í þeim nei, ég hef sleppt í maður hefði ekki þóraði það sko klikkar á 4. bekkja starfræðing kallið minn aðri þættir sem þurftir að vera masókistir að skráði í það er viltu finna 1 milljón það er bara farið inn í Arnari Þór okkar manni og þarna Hrefnu sko opna bókaldið sína bara hvað heldur þetta eða mánu það er svo 200 þetta eru 2 milljónir ég myndi aldrei fara inn í þetta af hverju ekki samt að því ég er ofta að hugsa af hverju er þetta fólk tala meir kynlífi sitt heldur fjármálin í alvörinu af hverju er þetta hvaða máli skiptir þetta? Já, ég er náttúrulega sammálaði sko. Já, en ég þú veist að ég er í grunninn ekki ósammálaðir að því maður hugsa bara, hugur ekki bara, þú veist, að neyra okkur að fara bara eitthvað svona eins og hugsa maður bara, af hverju? Hverju mér ekki sama? Svo er þetta svo krúttlegt eins og þarna ég ætla ekki að spoila því seri en þeir eru bara spara þetta mikið, þú veist, maður fer næst í að gráta þetta er svo krúttlegt sko. Já, þetta er ekki að þetta hann er líka að gera það með þeim hann Lúli sem er með mér í stóra stundinni sko, hann kann þetta en við alveg getum, ég horfa á þetta með börnunum mínum sko. Og mér finnst nefnilega þetta vekur maður alveg sjálfan til umhugsunar sko. Nefnilega, svo fyrir maður hugsa bara hvernig þetta mitt myndi líta út einmitt þegar maður færi að kíkja alveg svona á þetta. Ég myndi enda neðstur í þessari seri, ég get að lofa eitthvað. Er það? Já, ég bara er hræðilegur sko. Hvernig þá? Ég bara er mjög góð við sjálf á mig. Já. En ég er líka hardly working eða hardly working. Hardly working eða hardly working, já. Bæði. Já. Hvernig það stressi? Góðu bara, frábær. Ég fatt það þessu. Sko ef við tökum bara auðvitað þessi kaflaskipti hjá þér kaflaskil margir sem að hafa farið annað róðunum með frá sín margir farið í opinberstörf er það eitthvað sem að heilla þig? Ég er búin að svona máta mig við alls konar og já, ég hef farið til í bara flest held ég í alvöru mannustjóra sem er að hlusta já hún er að lausu já ég þetta er bara núna er ég bara búin að vera í að njóta frábærs veðurs í maí já og núna er ég svona að líða mér í sé aðeins að því að það er bara búið að vera mjög mikið að gera við að klára þess að þáttaröðu og svona núna er maður aðeins svona farin að spá í spilin fyrir alvöru og svona
Hvað Það er að væri taka gaman gera? sumari og kannski byrja í haust. Já, eða? það var pælingin sko. Já, geðveikt. Er það ekki? Jú, Já. hvetjum allir til að... Hún er líka með einhverjar, samkvæmt Wikipedia sér, með einhverjar 38 áskólagráður, sko. Er það ekki? Það var einhverjar 3 allavega. Já, ég er með B.A. í heimspeki, hagfræði og stjórnmálfræði. Einmitt, já. Þetta er svona mix sko sem að, Þetta er helviti gott Þú saman. varst Þetta er ekki einmitt- eftirbátur Villa. Þið voru þarna saman í heimskip. við erum Heimspekipælingunum. einmitt Það var að dýptina ofslega djúp bæði. En nei, en það er einmitt svona vinsæl gráða til dæmis í, fyrir stjórnmálamenn í Bretlandi. Já, Kallu PP þar, þessi þrenna. Þannig að, já, nei, ég veit það ekki. já. En mér finnst alveg ótrúlega gaman að vera bara með allt opið og Já, af því að maður hefði kannski, þegar maður sá fréttina fyrst þá kannski held maður að vera með eitthvað lænað upp, sko, en það Já, er já. óvissan bara. það heldur það margir. Já, Að ég var með eitthvað, nei, og meiri segja, ég var sökuð að segja ekki satt um það og margir alveg, jú, segjuðu mér. Já. En nei, og mér fannst það alveg svona partur af því. Mér langaði bara aðeins að klippa þennan naflastreng og fara svo að skoða næsta. já. Við erum að detta í Akranes árum koma næst senasta liðnum á Skaginn. Skaginn núna. Skaginn. Já, Skaginn góði. Þetta er frábært bæjarfélag. Veistu hvað er samt betra bæðifélag? Hótel Keflavík. Býtu, segðu mér. Nei, ég er bara að segja, ef þið eru að fara út, ég er til þess að fara út í fyrirmálið, Já, já. ef ég væri eins og þú lifir, ekki með börn, þá myndi ég alltaf lengja frí, tala ekki með morgunflug, fara til Keflavíkur, 4-5, taka spaði Hótel Keflavík, gist í svítunni, segja að Tjessa Darka að senda ykkur, fáið jafnvel mögulega afslátt, lengi frí, geðvegt. Lifehack. Já, þú sér alveg okkur að hann vil ekki opna bóka. Þetta er hlutað. Ekki það að þessum fyrir vel varið þar, en Já, já. það er ekki það. Já, Akranes er reyndar í boði Payday og ef þið viljið hugsa vel budduna, líka, þetta er ekki bara fyrir enga Já, aðra, þetta er talandi líka viltu fyrir finna miljón maður. félögin sko, að sjá fyrst að fræðinu. Kæmi til greina sér hún að vera með podcast? Ég, Vá. mér finnst þetta allavega mjög skemmtilegt form og ég hlusta mjög mikið á podcast. Nú er ég komin á ykkar vagn, búin að hlusta á ykkur. Svo ertu dálítið hörð á pingjuvagnum, heyrði ég. Já, elska pingjuna. Saknar þeirra? Já, ég sakna þeirra. Ég er reyndar ekki búin með allt sem þeir hafa gert, sko. Nei. En fyrir okkur sem að keyrum á milli Akranes og Reykjavíkur, þá er þetta 2 tímar á dag sem að maður hefur í að hlusta og það er drjúgt og þá er maður svo ótrúlega þakkláttur fyrir fólk sem að leggur vinnu og metnað í það sem þeir að gera, því að líka til mjög mikið að drasli. Já. Ég ætla bara að vera leiðileg og segja það. Já, það er náttúrulega annað hver maður með podcast. Án þess að nafngreina, já, einmitt. Þannig að maður er svo glaður þegar fólk er myndi bara að búa að vinna heimavinnuna, er að leggja þess í þetta, að því þá finnst mér bara fátt skemmtilega, heldur en að hlusta á gott podcast, sko. En þá verður maður að spyrja hvort varstu meiri svona Arnars eða Eittakona? Þetta er eitti. Ég held ég verða að segja Arnar bara því ég er svona málkunnu honum og hann er reyður ef ég færi ykkur á átt, eða ekki? Jú. Já. En þeir eru báðir flottir. Þeir eru ekki að gera. Glæsilegir, þeir eru það. Já. Já, ég var svo sem, það var ekki fleira Payday, nema bara auðvitað einföld og þægileg bókaldstjónusta sem að kostar kanill og Ég held að það sé fyrst skamtu frýr mér. Já, fyrst skamtu frýr, já, þetta er eitthvað dillin. Þetta er kryddbíu dillin. Já. Og svo er það lengjan úrslitaleikur á Wembley í erstu byggarkeppni heims, leikinni gerast ekki stærri Ég segi þetta á afturöldleikunum á því, já. En þar? Nei, ég er að djóka. Já, ekki þetta hér. Það er allavega, ef menn vilja breyta einum skildingi í fleiri, þá gæti Skaginn verið bettið þessa dagana. Já. Annars er þeir að styrkja Íslands íþróttalíf. Já, þetta er win-win. En okkur býrðu á Akranesi, fyrir nú sko. Ég bara elska búðar. Okkur er gott að búa á Skagan. Það er sko, og ég var að hlægið aðan því ég var að tala dænátt og ég þarf alveg svona að halda í mig til að vera ekki bara Skaginn, Skagaskvísa, sko. Það er það hún Ingatina. Já. En ég er bara svo stoltur Skagamæður, ég get ekki að þessu gert. En ég er flytt þangað 7 ára og búin að búa á alls konar öðrum stöðum síðan. En mér finnst bara geggja að vera þarna og ég skal viðurkenna það, sko, hefur mögulega eitthvað með þetta að gera að, ég veit ekki, sko, 10 villtir hestar gætu ekki dreigja manni minn úr þessu plási. Ja, það málið það? Það er málið. Já. Hvernig er að vera the first lady of Akranes? Já, þetta er a great question. Hvernig er það, ok, að því gefnu ég samþykki þær forsendur. Já. Þá er það bara nokkuð gott, svona oftast nær. Já, trú því. Já. En fer það ekki dálítið eftir hvernig liðinu gengur? Jú, það fer mjög mikið eftir því. Já. Og og Guð minn almáttu hvað er leðilegt þegar það gengur illa. Já. Það er líka mjög gaman að það gengur vel.
Tekur hann skapið með sér heim, maðurinn? Það hefur lagast mikið í seinni tíð. Já. Og hann sagði að sjálfur í viðtali að það hefði breyst eftir að hann eignaðist börn, því þá fannst honum bara ekki, fannst honum hann ekki geta lyft sér að mæta heim eins og skilji. Já. Og ég mjög ánað hann átti að sjá því bara sjálfur og nei, bara sem betur verð, sko. Hún líka góð eiginkona, sko. Hún tekur alveg upp hanskan fyrir sinn mann, sko. Gerða það í KSÍ-stormunum og annað. Þú ert alveg dýpli investið í því sem hann að gera. Já, ég náttúrulega bara elska hann mann, sko, og bara með honum bara lengur en elstu menn muna og veit bara úr hverju hann gerður og hvernig hann sko. Já. Og þú veist, ég myndi aldrei fara út í eitthvað að verja hann í blindni, sko, en þar hafði ég bara mjög góða málstað að verja. Já. Smá brekka hjá Skagamönnum núna, en okkar maður hlýtur að kippa sér laginn. Já, það ekki. Jú. Svo líka svo fyndi maður að því við erum að tala um podcast og fjölmiðla og allt það. Að því að ég líka lengi búin að vera á hliðalínunni í þessum íþróttum að maður verður var við að það er mjög mikil samkeppni í umræði fótbolta. Með þeim afleiðingum og allir sem geta keypt mikrofón geta einhvern veginn öðlast rödd í þessu. Heldur betur. Og svo þarftu svolítið að fara að nota stóru orðin þín til þess að einhver skrifi fyrirsagnir og einhvern enn hlusta og eitthvað svona. Þannig að öll umræða fótbolta orðin á köflum, þú veist. Ástöðum. Já, og svona óvægin og eitthvað. Og mér verður oft hugsað til þess, bæði hvernig ég var þegar ég byrjaði í fjölmiðlum og svona áður en maður náði að mynda þykkan skráp, skiljiði. Og bara aldursleikmanna og svona. Já. Það þarf alveg breytt bak til þess að taka þessu, sko. Já, og og því verður örugglega ekki breytt og ég held að fólk þurfi þá bara einhvern veginn að læra syndi í þeirri tjörn, en ég held að þetta hafa alveg áhrif í því þegar að liðum fer að ganga illa, að þá held ég að gangi jafnvel svona bara að þetta hafi svona þau áhrif að geti gengið illa lengur. Já. Að því að þetta bara erfitt, sko. Þetta góð punktur, sko. Já, nú ég ekki að tala eitthvað, ég ekki að vísi neitt sem rætt á kottanum heima mér. En ég held að það er alveg rétt, þú veist, það stundum vera að tala bara fáránlega unga gæja, bara þessi gæji getur ekkert, sko, maður bara vákarlega erfitt að heyra þetta. Akkurat. Svo þetta líka svo, pendullin svo úrslitadrifin, sko, þú veist, Jón Þór kom í top 6 og voru dómara skandal frá að komast í Evrópu val, svo tapar hann 3 í röð þá bara, já, Jón Þór var bara rekan, skilur, þetta svo ógeðslega fljótt að breytast. Þetta nefnilega svona, ég ætlaði að koma inn á og við erum að tala gangi illa þetta mót var að byrja. Já. Það eru örfá stig bara í liðin sem í efri helmingnum, sko, þú veist, 1 sigur og staðan allt önnur. Þá hann orðinn snillingur, sko. Ég bara vonandi. Sem hann Já, sem hann reyndar, já. Klárt. Sko áður kveðum Akranesi, ég svona komist að því í seinni tíð að hinn ýmsu bæjarfélög, þau eru svolítið að gatekeepa bestu staðina, sko, þú veist, og það eitthvað gott í gangi, þá þeir ekkert endilega að segja öllum frá því, sko. Já, meinar. Hafnarfjörðurinn með Helgafelli og það ekkert margir sem að fá að vita því, sko. Mitt. Falin perla? Já, fullt af földum perlum. Hvað það sem eitthvað sem þú vilt uppljóstra fyrir okkur? Já, sko, það ef að þið viljið koma í dagsrúnd á Skagan, þá væri alveg sniðugt að labba Akrafjallið. Það svona, einmitt, að því hún nefndi nú, annað fjall. Þá, er það bara svona frekar létt og í góðu veðri, geggja útsýni við bæinn. Svo kemur að ferði í Guðlaugu við Langasand og baðar það aðeins þar á kostakjörum, miklu ódýrara heldur en í öll hinir í baðalónum. Og svo fer það á Antíkmarkað sem á Heiðargerðinu og þar hægt að gera ótrúlega kaup, sko. Svo góð veitingastæður þarna? Galito, já. Geggjaður. Það er ekki bara 1 veitingastæður, eða? Nei, þeir eru nú eitthvað. Eitthvað fleiri, en hann algjörlega frábært. Það einmitt maður svo glaður þegar veitingastæður sem ég get mælt með við hvert sem og verður engi fyrir vonbrigði með matinn. Hann bara solid góður. Þegar Jón Þór flutti á Ísafjörð, hvað gerði Sigrún þá? Sko Sigrún var nú bara hvatamaðurinn að því og sonur okkar endar líka. Já, ég veit ekki hvað þið þekkið til hann samma á Ísafirði. Já, ég kannast mann. En sko, það grínast, eða verið að virkja bara orkuna úr þeim manni, sko, þá væri einhver í góðum málum. Og hann var búin að ákveða nættilega að fá Jón Þór í þessa vinnu og hann bara, þú veist, nei, var bara ekki svar sem að var í boði. Og ég var sko nýbúin að, eignast barn. Einmitt. Hann var sko vikugamall eða eitthvað. Þannig að Jón Þór sagði bara nei á þeim forsendum að þess einu sinni tala við mig. Og ég bara, akkur ekki.
og já, bara Sammi lofaði húsi og öllu saman og ég bara sé enga ástæðu til að, og soni minn fór hann á já.is og bara ætla að finna númeri hjá sem Samma og þannig fór það sko og var bara algjörlega frábær tími. Já, þú flutti með hann í Ísafjörð. Já, við fórum bara öll fjölskyldan. Bara með 3 krakka og þú veist, og ég hugsaði mitt og bara líka Samma til hrós sko, þú veist, við vorum sko í stærsta húsinu, það var bara ungum maður í stjórn sem var bara gekk úr húsi með alla fjölskylduna til að við getum verið þarna og maður var alveg með móra en sko þvílíkt höfðinglegar móttökur og, En þú líklega sagt ég er first lady í það stærsta húsi Það var það sem ég gerði það var það sem ég læti ekki fylgja sögunni en staðurinn Sami það Nei, en bara, þú veist, ekkert nema gott Ísafjörð og Samma og allt það ævintýra að segja En svo kitlaði skæin aftur Já, ég meina, svo var það náttúrulega alltaf stóri draumurinn að Jón Stórs að fá að þjálfa skagaliði bara búin að vera þar alla tíð og horfa á það gikk með stjörnur í augum sko. Hvernig það sko, með langar að spyrja Sigrúnu að því sko, þú veist, alltaf einn okkar allra besti Arnór Sig, Skagamaður, þú ert með Hákon Arnar, þú ert með og þetta bila DNA í Skagamönnum hvað í vatninu þannig? Veistu, ég hef oft hugsað í alveg og svo sérðum þetta hefur mikið með gen og DNA að gera eða einmitt einhverja hefð innan fjölskyldna af því það er bara ótrúlegt hvað sumar fjölskyldur ná að framleiða Gunnlaugsson bræður og Garðar Gunnlaugs Akkurat, sú fjölskylda og náttúrulega þáttlið og afkomendur Jóakalla og Jófríðar Þetta er rosalegt Ég veit að þetta er svo versmiður fyrir fótboltamenn sko. En nei, ég kann ekki samt meiri skýringar á því en það er náttúrulega bara löng, þú veist, hefð og saga ef þú getur eitthvað í íþróttum að þá ferði í fótboltan. Já. Svolítið þannig. En er það þannig þegar þú talar að þú finnur alveg hvernig gengur á liðinu, er það þannig ef eins og nú tapaði ég fyrir afturheldingu og þá segirðu, ég ætla að bíða með búðarútin þannig til næsta leikur er búin og við vinnum hann. Ég bíð með að fara í bakaríið eða hvað Já, sko annað okkar. Já, ég trúi því alveg. Já, við tökum svona skærblaststeinn og Sigrún, þú fer núna? Já, akkurat, ég tek það á mig. Þannig að neini. En já, það var ekki málið. Nei. Að koma að kalda karnu, Sigrún Ósk, þú mátt velja 2 manneskjur til þess að fara í björnbað með. Já. Og það er með að vera lífsæðar liðnar. Hverja sem er í heiminum? Heyrðu þið? Nú hefði komið sér vel að vera búin að er þetta föst spurning? Fastur liður, er hann tiltölulega nýlegur? Já, ok, ég er hrifin ég er nefnilega oft á ferðinu þarna því að amma á hús í Hrísey þannig að kemur reglulega við hverju myndi ég fara með sko ég veit ekki af hverju, ég er alltaf með rosa ég myndi vilja hitta Nelson Mandela Já, og myndi kippa honum með heyrði og eitt bara til að taka eitthvað alveg annari átt og haldi þessu í útlöndum hafið hort á heimildamyndunum Pamela Anderson Nei, þið verðið að gera það Jú, á Netflix ekki? Jú, gott ekki Já, ég sá hana Já, nei bara óvænt Já, geggju típa ég tæki Pamela og Nelson Það er þetta rosalegt kast Já, myndi ekki mæta Jú Já, ég held það, absolutt Við myndum allavega ekki leiðast Nei, það væri að fara á dýftinu Með betri körum sem ég held við fengi Já, líklega það besta bara Sko Nelson Mandela og Pamela Anderson Já, það komið rittarspurningum í blandi almennar í boði Subway sem voru að opna nýjan stað í dag Já Í Borgarnesinu góða vill svo til að Subway er sem svo on sko það er hræðslega stöð og það er komin einhver Subway staður sko. Ég er að fara að víja þann stað á eftir Borgarnes? Já Ertu að fara í Borgarnes? Já Það er að stoppa Skaganum með það? Nei, ekki þetta skipti Nei En ég þarf að gera ég þarf að taka sér betri tími það til að ná Guðlaugu og öllum pakkanum sko. En ég er svona fyrst og fremst að fara að kíkja á nýja útibúið hjá Subway og prófa Klók staðsetning, Borgarnes Bræðingurinn sé jafn góður og höfuðborgarsvæðinu það er ekkert víst hann er heldur góður þar og svo er það þetta búlan Það er ekki búlu á Akranesi? Nei, ekki ennþá Ertu búlukona, segir hún? Já Þannig séð sko, nei, ég er að ljúga Langaði bara að segja já Ég heyrði það á röddinni Ég hugsaði, hún er ekki að vera að tala um auglýsingar fyrir það Já, nei, ég er bara ekki hambúrgarakona Nei, ok En ég er hambúrgarakall Ég er búlukall sko Ég er það líka Tvöfaldur með brauð og milli og auka gumsi Hakalegur sko Tvöfaldur kongur Fyrir þá sem eru fyrir hambúrgaragefnir Þá er búlan auðvitað kongurinn í þessu öllu saman En að rittarspurningunum
Kristján spyr Guskus eða Bubbi Mortens? Þessi er mjög erfið. Ég yrði samt að segja Bubbi. Já. Já. Nú er þetta Daniel Ágúst. Berjál. Já. Þarna kom hún sem vorum að leita að. Ertu útsjónasöm en ekki nísk? Já. Ég hata þegar fólk ruglar þessu saman. Í Já. alvöru. Og ég er alveg svona viðkvæm fyrir því. Og þess vegna hló ég að því að þetta endaði í fyrirsögn á Vísi, sko. Hver er munurinn? Ég myndi bjóða þeir til útlanda með mér ef að þannig lagi á mér skilur og ég til ég að gefa góða gjafir Ef við gistingarna sem þú ert að tala var ekki sérstaklega spenntu fyrir því, sko. Nei, nákvæmlega. Nei, þetta er breytt, þetta er allt breytt í seinni tíð. Já. En svona bara, þú veist, að fara vel með sitt, sko. Já. Fyrst mér vera allt annað. Já, ég held að það sé bara skynsalegt, sko. Nei, ekki. Já. Þannig að hún er útsjónasöm en ekki nísk. Takk. Takk. Next. Sko, þetta er aðsend, þannig að þú mátt bara leggja þann skilning á þetta sem þú vilt. Hvað þáttur hefur haft mest áhrif á þig persónulega af öllum sem þú eru unnið í? Þyrftum við að taka út til dæmis eitt þátt úr leitinni eða eitthvað Já, svona? ég skilða þannig, en Já. aftur, Það kemur samt alveg upp mál í hugan úr leitinni og það var hún Linda Rut sem var að leita að pappa sinum í Bretlandi, var búin að leita mjög lengi áður en að við komum með henni í lið og okkur tókst að finna hann út í Bretlandi og alveg svona geggjuð típa og þau líta nákvæmlega eins út. Já. Alveg svona, þetta var alveg fáránlegt. Þegar maður sá hann maður bara, já, einmitt. Og hann baði ekki einu sinni, hún bauð honum DNA-próf og hann horfði bara, þú veist, framan í hann og bara, já, nákvæmlega, ég hef engin þörf á því. En og við einmitt heldum og hann var svona ógeðslega, ég veit bara hvað Breta getur verið skemmtilegir. Þetta er bara hnittnasta fólk í heimi, sko, þegar þannig er. Og bara svona, frá því þið hittust, þá bara, svo vorum við bara mætt á næsta pub og bara allir að hlæja og bara gaman og einmitt, allir gáttu að tala saman og eitthvað svona. Þannig að það var einmitt búið að vera bara svona ótrúlega langur og erfiður aðdragandi, margt sem benti til þess að þetta myndi fara illa og fer svo svona frábærlega. Og svo einmitt sendi hann mér oft svo sæta pósta að þakka mér fyrir að leiða þau saman, þetta hefði bara breytt líf hans og eitthvað svona. En svo sést fellur hann frá, mér minnur að hafi náð 3 árum saman. Já. Og þá einmitt hugsa maður eins sorglegt og það var að þá var maður einhvern veginn svona ennþá þakklátari fyrir að þetta hefði gengið upp, að því að hefðu bara snúsa aðeins að þá hefðu kannski aldrei hist. Sko, ég spurði áðan hvernig fóreldrarnir taka þetta á Íslandi. Hvernig voru fóreldrarnir að taka þetta sem að þegar þið voru að konfronta þau, sko? Var það misjöld viðbrögð líka eða voru allir ánægðir eða þakkláttir eða til dæmis þessi breski maður? Já, sem að fundust. Já, við til dæmis fórum til Bretlands og þá var hann ekki, við vorum ekki búin að finna hann almennilega. Heldur var eitthvað svona, ok, bara næsta skrefa því að gengur ekkit upp að fara á þessa bæjarskrifstofu þarna og þá þarf hún að mæti ég man ekki alveg hvernig það var, en allavega við þurftum bara að fara út til þess að koma sér eitthvað áfram. Já. Og þá var maður bara frábært, ég mætti þetta með tökulið, skilur, ég veit ekkert hvað kemur út úr þessu og líkur eru á, ég man ekki einu svona af hverju við vorum búin að rekna út að það væru líkur á að hann myndi kannski ekki taka þessu neitt sérstaklega vel, sko. Og og það var svona í eitt af nokkru skiptum þar sem ég þurfti bara að taka banka á hurð með myndavél eitthvað neginn að leita á honum nema hann bara svona strax alsæll. Já. Og þvílíku léttir. Vissi strax hvað þetta snerist eða hvað? Nei, sko við reynda bönguðum heima hjá sínans til þess að spurja hann og fyrirverandi konuna hans og barsmóðir tókaði sér að tala við hann og svo ringir hún í mig og segir bara eitthvað, hann var bara svona himinlifandi og vill bara hitta ykkur á morgun og eitthvað. Þannig að sem betur fer, nei, það var enginn sem að tóku sig illa og ég held ég sé að hafa rétt eftir að allir hafi mitt verið búnir að reyna allt til þess að finna börnin sjálfur. Já. Sem yfirleitt vissu að það er ættu börn, sko, hann náttúrulega vissi ekki eins og hann ætti dóttur á Íslandi. Já, þetta áhugavert maður. Já. En hugsa ykkur að lendi í því einmitt. Og hvað það þurfa að kemur bara tökulið með, það er nú svona alveg annað level. Já, ég var að hugsa það, sko. Já, einmitt, ég hefði sýnt í fullan skilning ef ykkur hefði bara sagt nei. Ef eitthvað tökulið myndi banka upp á hjá mér aftur, ég bara nei, loka hurðin aftur, sko. Einmitt, og oft beið þessara foreldra það verkefni og maðurinn sem að gáfu börn að segja allir fjölskyldunum, við þurftum ofta að bíða í marga mánuði meðan að þær söfnuðu kjarki að segja, sko, núverandi maka á börnunum sínum að það væri þarna barn út í heimi, sko, að því að mjög oft var það ekki
almenn vitneskja innan Já. fjölskyldna sko. Ég veit bara að Sigrún fáið bara friðavelun eða Nóbelsvelun fyrir þess að þetta sko. Þú veist, ég veit ekki hvað velun það er að vera sko. Þú veist, þetta er unreal Þetta velun dæmi, kannski. sko. Já, Nei, Já. svona góð viðbröð eru nóg fyrir mig sko. Ég er góð, ég er góð. Hversu góð fannst þér eftir Hermann hjá Hjörvari Hafliða í bannað að hlæja af Jóni? Veistu hvað komur á óvart? Þetta er geggjur spurning. Ég held að hann var að grínast sko. Mér leið eins og hann væri bara að gera eitthvað, skilur bara eitthvað svona. Já, mér fannst það líka. Er það ekki? Jú. Takk. Já. Veistu hver ég lendi ítrekkað í? Fólk var bara hvað náðum vel og ég alveg, var þetta ekki grín? En já, þannig að þetta er svona misjandi en ég vil nú meina ég þekki hann og hans raddbyttingu ágætlega og ég ætla ekki að gefa þessu háa einhvern. nei, ok. Nei. Mér fannst hann góður sko. Já, auðvitað eru fáir fyndnari en hann sko. Já, það verður verið helviti erfitt að keppa móti honum. Það var ekki hægt. Nei. Ég mætti inn og ég bara, ég er bara, ég hætti áður en ég byrjaði. Veitu hverju voru búin á það? Hjörvar, þú? Hjörvar, ég, Rúrik, Kristín Péturs og Egill Einars. Shit, þú fyrst langt best að borði Ég Það bara- var þetta Kristín var eitthvað Péturs var rosalegt, sko. og engin, hvernig leiðir þegar hún kom inn þarna eftir að hafa fengið falin skilabóð? Já, Áttu eitthvað, hvort þú var að sleiki eitthvað eða vera svona bara mega óþægilega þarna? sko ég hef náttúrulega hitta hann í fyrsta skipti. Ég þekki hana ekki neitt. Ég kannast ágætlega við sérstaklega Hjörvar og Egil og hafði alveg hitt Rúrik eitthvað tímann, en hana aldrei. Og svo náttúrulega er ég ekkert alveg að sjá hvað fólk er að, ég held hún væri orðin sko ofuröld. Fólk var alveg að fá sér þarna, Já. þannig að það hefði ekkert verið úr vegi að... Einmitt, og ég hugsaði bara nei og svo byrja ég svona í ykkur meðvirknikasti bara eitthvað, ég var að gera eitthvað ég þarf að redda þessu þannig að ég, þú veist, og Egill líka datt í það að hann svona var alltaf að reyna að færa talið að öðru og eitthvað sem náttúrulega bara svona lengdi prósessin allan, ég var bara svo fegin að Öddi kom mér ekki í þessu aðstöðu sko, ég bara dáist að henni fyrir að hafa tekið þetta á kassan sko. Hún leist þetta mjög vel. Já, það voru aðri góð þættir sem stöðum með. Já, það voru reynda frábæri þættir. Ég held að svo ána með þættir sem að fá maður til að sko gráta og hlátri, þú veist, samanbera alheimsdraumurinn og allt þetta og banna að hlæja og eitthvað sem að maður getur bara horta og hlegið, að því að við töluðum áðan ofmetin leiðindi, fólk áttar sig ekki á hvað er erfitt að gera fyndið sjónvarp. Miklu auðveldar að gera leiðindi. Miklu auðveldar, þú hendir bara, þú veist, einhverju heimildir og lest inn einhvern þurran texta og svo situr fólk heima og bara mikið óbúrslega vandað og flott og eitthvað svona, skiljiði, miklu léttara. En bara að gera gott grín er bara erfiðara en flest held ég. Og það þurfti töggur í þennan þátt, bæði til að framleiðan, þú veist, það var bara strax í fyrsta þætti sem að Sveppi tekur eitthvað hana og það fyrir brjóst af einhverjum, og bara, þú veist, maður sagði bara, þetta getur bröð til beggja vona hérna og svo líka bara mæti hérna þátt, ekkert grín fyrir ykkur að heyra bara konceptið og bara, þú veist Þetta er eiginlega verið matabóði bara með myndar og allt og Var þetta bara instant já hjá þér til að mynda? Vist, ég man það ekki eins og ég svo náttúrulega allir þessi menn, það er mjög erfitt að segja nei við þá sko. En og svo veit maður bara, þú veist, auðvitað kann að gera gott partí og gaman og ég held, var ég ekki, þetta var okkur tímabila sem ég var búin að vera eitthvað, mikið heima og var bara glöð að komast út og vera ballaus og eitthvað, þannig jú, ég held ég bara satt já strax að mæta þarna, en eins og ég segi, þegar ég sá krátið þá var ég bara, ok. Ég er ekki að vera að vinna eitthvað. Þetta verður brakka, nei, og svo byrjaði þetta bara og þeir byrjuðu strax svona einhvern veginn að punda á mig eitthvað röski og maður, þú veist, endaði bara í bullandi vörn frá byrjun, en ógeðslega skemmtilegt. Já, leiðindir, ofmyndin og léttleiki er vannmyndin. Allir geta dansað eða idol, hvort var skemmtilegra? Allir geta dansað. Já. Það var meira surprise, sko. Eða það var það nýtt eitthvað. Og veit ekki okkur í svona snögga svaris, en það er bara, Axlanutt og smá hristingur. Hver gerir svona? Hvað ætlaði að segja? Ok, ég ætlaði að segja, hann var að tala ok, þú veist að vitni keppanda sem að fekk þá gagnrýna hann væri stífur. Já. Og sem er líka óhefilegt orði í þessu samhengi. Nei, en nei, nema hann kemur til mín og ég alveg bara, já, er þetta ekki spurning svona og var bara, þú veist, að reyna, þú veist, nota ekki enskuna, þú veist, let loose og eitthvað svona. En ég bara, þú veist, bara mikið aðeins axlirnar og skilurðu. Já. Hristi þú segja? Já, eitthvað, en þurft að rampa á orðið hristingur sem Egill Einarsson hefur notað í öðru samhengi og sko skrýtna er að ég sleppti þessu orði og bara leið af að farið að þá svona heyrði ég og fattaði hvað ég hefði sagt
var náttúrulega vona að sleppa með skrekkin en það gat náttúrulega ekki orðið svo gott. Að ég heyrði þetta og ég heyrði þetta bara eins og Sigrún ætlaði að segja þetta og svo var Gilsan bara, þetta var svo fyndið sko. Já, einmitt. Helviti líklegt að Sigrún var bara að segja þetta. Já, nákvæmlega, við erum góður. Þetta er helviti gott. Þú veist, ég geti verið mamma allra sem keppandi, þetta er hræðilegt. Já, tekið þetta á mig. Mjög gott. Talandi axlanut og hristing, þá er David Jones leini hráfni í Svefnherberginu. Heldur betur. Auðvitað eru þeir bara gott og heilbritt hraust nammi. Þetta er nammi í praxis, dölur eru nammi og ég tala nú ekki þegar þú húðar þær með alls konar góðu stöffi. Þú ert ekki hamborgarakona, en ertu fyrir dölur? Ég veistu það, hún Sigrún vinkonu mín á þetta ágæta fyrirtæki og ég sko oftar en einu svona tvisar með sendinni myndir og verið bara, ég vona að vera gaman hjá okkur ársáttíðina því ég er að borga þetta allt saman. Ég sko borða þetta í ómældu magni, þetta er ekkert smá gott. Þetta er geðveikt. Eru þið að grínast og ég meira að þor ekki þegar kemur nýtt bragð, ég þor ekki ánga. Nei, cinnamon bun var að lenda. Akkurat, ég sá það. Já. Ég ætla ekki. Nei. Ég segi líka við alla sem er að pæli að prófa þetta, ekki byrja á lakkrísnum sko. Nei, þá getur ekki. Það er ekki byrjandabræði sko. Nei. Hvar ert þú mest? Ég er þar. Já, einmitt, en þú ert líka vön. Ég veit það, og ég er sko í lakkrísnum, ég er sko með kaffi, út á gríska jógurt, bara þú veist, þetta er hann svo Bubba Gump, sko, hérna, með þessar döðlur, þetta er vandamál. You can fry them, you can boil them. Já, nákvæmlega. Hefur samt smakka, nú fyrst við erum að tala einni alvöru, þú veist, hefur smakka að saksa niður lakkrís og strawberry milkshakein saman? Nei. Er það eitthvað? Ekki gera það. Nei. Ég ætla að sleppa þig. Einu sinni smakkað. Það er bara í ruglinu. Ok. Láta það verið. Ekki þangað. Ég elska hvað við erum spennt að tala um þetta. Ég geti mér sér haldið áfram. Það eru örfáar riddarspurningar eftir árum fyrir mér hraðspurningarnar. Hefur það einhvern tímann hætt við að sína efni sem tókst upp að þínu frumkvæði þá? Já. Einhver saga eða? Já, það var bara ástæða fyrir ég hætti við. Þannig að, já, nei og alveg bara nokkur sinnum sko, af ýmsum ástæðum en sem væri ekki hægt að fara kannski við náðum út í en bara kemur fyrir Já. Besti leikmaður í sögu Ía? Nú ætlum ég bara að fá lánað svar frá mínum heitalska og segja ég held að hann hafi ekki geta gert upp á milli Arnars eða Bjarka Já, og ég bara, þeir eru báðir góðir menn Já. Horfir á alla leiki hjá Ía? Já, ég ger það. Fer á völlina? Nei, sko, ekki eftir sko, en ég er heima með yngsta. Og sem er bara 30 ára og þeir eru svo leiðilegum tíma fyrir, hann á að vera farin að sofa í hálfleik, þannig ég hef verið að reyna að mæta með hann og svo maður fara með hann greinindi heim í hálfleik, þannig ég sita ein heima og horfa á þetta í sjónvarpinu. Verður gaman þegar krakkarnir aðeins eldri getur fara með útileiki og eitthvað líka. Já, akkurat, jú. Og svo náttúrulega á ég 2 eldri sem eru brjálaðar að ég sé ekki að mæti allt. Og sko þeir eru byrjaðir núna og bara mamma, ég sveika og ég fyrraði að fara vestur á Ísafjörð á leikinn þar og þeir eru ennþá að nutta mér upp úr því. Þannig að ég skal núna. Skal. Ertu mikill töðari? Já. Ertu það við kallinu eða ertu það bara við alla? Nei, bara hann. Já. Ég veit það. Og þetta er svona bara, eins og ég sagði, þetta er bara svona eitthvað, þetta bara gerist bara. Já. Einhvers veginn verður maður að fara út á sinna. Er það ekki? Já. Og þetta er bara svona, ég sé eitthvað og bara eitthvað, þetta mætti nú vera betra. Svona, settur ekki, þú veist, eitthvað. Já. En þegar ég segi svona hluti og hugsa eitthvað bara, við skiljum og gengi aldrei út. Nei, það er voru að velja. Nákvæmlega, hún að koma út úr skáfnum með þetta. Var 27, það getur ekki verið, sko. Það er 27. 27 ár með honum, já. Það er rosalega. Er það ekki? Jú. Með að við að vera bara 25 eins og sitt. Já, akkurat. Ná er þetta starffræði sem gengur ekki. Byrja saman bara 8 ára, þetta er ótrúlegt. Já. Ef maður reiknar þetta. Já. Það er heldur ungt. Já, það er mjög ungt að finna ástæða það, sko. Viti, Steindi og Gils. Já, þetta fá við hérna. Maður fær svo margt í pósthólfi. Já. Giftast, sofa hjá, drepa. Ok. Jón Þór, hættu að hlusta. Já, nei, þetta er ræðileg spurning. Getur orðað hana penni? En sko, býtu. Nei, geta ekki. Nei, getur ekki. Þetta er aðsend. Já, þetta er aðsend. Þið getur ekkert að þessu gert. Ekki neitt. Nei, oh my. Ég þekki Egil minnst. Ok, þú veist, ég er alltaf að fara að drepa hann. Já.
og ég held að hérna Steindi bara svo mikið ljúflingur Já, skiljiði og hann svo glað og eitthvað svona þú veist, ég myndi giftast honum já, einmitt og það var breytt eftir Já, Standa Fyrir- utanum. Já, Í standi. hann í standi Já, sko. já. Já, ég Jesus sammálaður Já, einmitt, Rakel mín fyrir ekki rosa skrítið Mjög gott, já, ég sammála, ég myndi giftast Steinda og auga, þú sko, hann myndi örugglega gera maður geðveikan, en það væri samt svo gaman, sko. hann er Já. snöggur að því sko já, Hún myndi nú alveg töða þessi honum. bara óstundvísin og hérna ert að grínast Já, við reyndum ekki að fá hann þáttinum í 4 ár sko. já, eða það Já, ert að já, grínast hann það er var örugglega bara á ekki leiðinni sko hægt. Já, það var alltaf á leiðinni hann er bara lengi á leiðinni já, Það komið að loka liðnum, hraðaspurningunum. Þú búið að veistla Já, heldur betur skemmtilegt en hraðaspurningarnar er í bóði frumherja. Og það er einföld skilabóð frá frumherja í dag. Allir með 5 í endastafiða Ég held að þeir sé ekki heldur á skagan Drífa sig í skoðun. Þeir eru ekki á skaganum? Jú, Þetta fara með rétt mála. Ég er ekki... ég held að Er þeir ekki á skaganum? Jú, Jú, ég held það líka. Já, ég var að bylla Já. Auðvitað er á skagan Já, ég held að sé bara akkurat þannig. Svo er það Kemi og þeir eru líka einföld skilabóð, ekki jafn einföld en líka einföld. Jú, jú. Þeir vilja minna á Boss alternatorinn. Jú Þeir eru Sá hannaðir langbesti. fyrir hámarsendingu, áreiðanleika og afkost, hvort sem það er í daglegum rekstri eða krefandi aðstöðum. Flett upp þínum bíl á kemi.is og þú getur fundið alla þá íhluti og varahluti sem að, Já, þetta er bara nammirland sko. já, þetta er basically bara döðlubúð sælkerans, nema fyrir bílamannin. Að koma þér hraðspurningunum. Sigrún Ósk, ertu tilbúin? ég held ekki Nei, Nei. Ekki með síðustu það er bara nákvæmlega sem við viljum hafa. Ertu A eða B manneskja? B Uppáhalds sósa? Þú ert alltaf mikil sósukona, það er allar sósunar í skapnum. Jésús Kristur, ég trú ekki að það sé að festast á mér en hérna, ok Ég ætti að sjá þetta, var þetta eitthvað rosalegt? já, Er hún sósukona? Nei, þú veist, Sindri óði í skapin hjá Hann gerir það eins og hann alltaf, gerir, já. En þú átti nú að vera undirbúin fyrir það Já, Hann gerir það hún alltaf ætlaði ekki að vera með ég leik veit þá. það ég vildi vera í sjálf og fekk það í hausinn já, einmitt og sitt bara upp með þetta en hérna skrifast á reikningin hjá Sindra og bara enn og aftur hérna, þetta er ekki staðan, ég gengst ekki við þessu og hérna ég afneita þessu Nikki en Bernes Bernes. En Bernes alltaf Bernes Lélegustu þættir sem þú hefur gert? Wow Uff, Nú er að hólinn svo mikið Hælinni, já. Ef að segja sístu það hafi örugglega verið innslög í Íslandi í dag sem ég er ekkert stolt af Já, já, það er svona, náttúrulega þarf það bara endalaust að þú getur ekki látið alltaf gæðin ráða nei Aðri þættir sem ég vil gefa henni sjálf Neyðarlína var hann góður Það var svona óvænt Ef þið eru með plúsin kæra hlustandi sem eða næðleikur í þá er neyðarlína gott sko thank you Go to drikkur á djamminu? Ég voða mikið í mojito og eitthvað svona Já, vesinni sko já alltaf að láta hafa hans fyrir sér Já. bara með vesen og hérna þetta er nú ekki, þetta er ekki takt við sparsömmu típana sem hann ræða á hann Nei, samt nei, Einmitt. Stingur í stúf sko. stingur í stúf, emitt, ölfunin hefur þessu áhrif Besti fjölmiðlamaður í sögu Íslands fyrir utan sjálfa þig? Vá, veistu að ég ætla bara að henda þess á boga að því ég hugsaði þegar hann hætti og var að fá svona mikið hól að, hérna, sem var það mikið að mörgum þóttur örugglega nógum og Já, stutt í oflofið og allt þetta en ég hugsaði sem bara að hann á inni fyrir þessu Ég er alveg samanlega Já, og ég vann með honum á RÚV á sínu tíma og hann er líka bara svo frábær náungi, þetta er svo mikill gæðamaður og hann er búin að gera allt svo vel í öll þessi ár og einmitt bara hlutlausar en allt, maður alltaf til ég að horfa hann á skjánum og ég oftar að sakna hans. Já. Elskum boga. Elskum búa Elskum boga. Ef þú mætti gera einn þátt í viðbót hvað sem er, hvað væri það? Unlimited budget Unlimited budget. Ég var að öfunda eitthvað á budget daginn, ég var að horfa eitthvað erlendan þátt, hvað var það? Ég var að horfa rosa áhugaverða þætti á Netflix held ég rauðustu hlaupara í heimi. Já. Hafið séð þetta? Þetta er sprint eða eitthvað. Ég sá trailerinn bara Já, einmitt. Já, ég var til í eitthvað svona, einmitt að gera eitthvað svona út allan heim og það er ömult svar. Ég ætla bara að segja, ég myndi vilja herma þetta sprint og Já, það er fínt svar sér. Hitta það rista. Takk.
alltaf hita. Já, Nei, ég held að hún vilja hrista sko. hristaði Ef ég fengi Það er að velja axlarhluti bara. Já, akkurat, alltaf, ef Axlarhluti það er í Subway. boði á tekið, alltaf Já. frista. Nei, já, hita, Hitta, já, já, Kaffi eða síkó? kaffi. Hvað voru með? Púða eða kollab. Púða kollab? Ég er bara ég er rosa viðkvæm fyrir koffíni ángríns, Já. en kollab er gott stöf. Já. Túr á tógara eða strandveiðbáti? Tógara. Grjóthörð. Já, það Já. er askaðan. Sérréttur í eldhúsinu? Jón Þóru nýbúin að tapa leik. Hún býður hún kvöldnæður. Það var að gera Já. eitthvað gott. Einmitt. Hann þarf að komast í gott skap. Já. Sko, við erum bæði frekar góði í að gera gott lasagna. Já. Úff, Ég ætla að vera til í þess. Hakk eða Já. kjúklingur eða hvað ertu að velja með Hakk, það? Hakk, já, já. minna með hakk, sko. Setur gulrætur í það? Nei, ekki oft. Sveppi og lauk og og ég veit ekki, þetta er ekki, ég skal bara læknirinn í eldhúsinu á þessa uppskrift. Já. Og gott ef að yfirskriftin er ekki konan mín sigrar eldhúsi, þannig að þetta er eiginlega konan hans sem á þessa uppskrift mæli með. Já. Geggjuð. Já, fullt að kryddjust alls konar vesinni, en vel þess virði. Þess virði. Hvenær þarftu næst að fara með bíliðin í skoðun hjá frumherja? Örgulega bara bráðum. Já, ég held það bara líka. Er það ekki? Ég held þetta er bara Það að fer fara að líða að mándaginn. þessu. Já. Ég held ég að gera það. Já. Mánudagsmorgun. Já, ég hef ekkert betra að gera þessu en rætt. Já, Getur bara verið hann í sumar. já, nákvæmlega. Við beint í málið. Já. Drauma varahlutur frá Kemi. Þú mátt bara velja einn. Bílavarahlutur. Drauma er það ekki alltaf spindilkúla. Jú. Já, Gott svar. já. Ég hefði kannski sagt tímareiminn, það er bara ég sko. Já, Spindilkúlun er líka Já. mjög Já, hrifin af þeim líka. gott. Ég held að þá sé botinn slegin í Já, ég töluna var- sinni. Já, ég held að. Já, með lokaspurningu sem var fyrir þá sem headhuntera sem er að hlusta það úti, hvernig starfið þú ert að leita, ertu opinn fyrir öllu? Ég er það í alvöru. Já. Já, sem er kannski ekki gott svar, af því Nei, kannski á maður að vita eitthvað í sinn hausum hvert maður ætlar að fara. En ég er bara góð í svo mörgu. Nei, ég er bara til í að skoða flest. Já. Sigrún Ós Kristjánsdóttir, takk fyrir frábært kvöld, takk fyrir frábært, takk fyrir frábæran dag og allir að koma sér áskrifastötu, allavega stötu blues, horfa á stóra stundina, 2 þættir eftir, takk í fyrstu 2, Sigrún, gangiði vel og takk fyrir komuna. Gaman að fá Takk þig. fyrir mig. Takk.